Komið þið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þennan ágæta fimmtudag. Við ætlum að kynna fyrir ykkur efni stöðvarinnar í kvöld og góðir félagar með mér, Gunnar Smári Egilsson og Oddný Eir Ævarsdóttir. Komið þið sæl og blessuð. Blessuð. Til hamingju með daginn, Oddný. Takk fyrir. Það baráttudagur kvenna. Og sömuleiðis til hamingju. Já. Hvernig hefur varið honum? Hefur feministast mikið þennan daginn? Já, svona svolítið, já. Ég verið að lesa bara réttindi baráttu kurdískra kvenna. Já, eins og við ætlum að koma betur á það eftir. Já. En það er þetta ekki kostninga, er þetta ekki út af því? Kostningaréttur? Jú. Við fátt ekki kallar fengur líka kostningarétt en það. Já, fátt ekki kallar, já, innmitt. Bara svo við fáum að vera með líka. Já, þetta er svona, já, þetta er bara dagur. Almenna kostningaréttar sem hafi náttúrulega gríðalári og síðstöld. Já. Jaðarsettra hópa inn á lýðræðisvettfangin. Þetta er lýðræðisdagurinn bara. Já. Áður höfðu bara eigna kallar. Ég dutlaði mér eins og við að reikna hvað margir höfðu verið að kjósa af fjöldanum annars vegar og þeim sem að verið með kostningarétt í dag. Náttúrulega fyrir þennan tíma þá voru kannski, ég menna það verið eitthvað kostningar í Ísafirði sem ég sá, það sem voru eitthvað innan við 2% sem að kusu, sem að réðu. 1915 eða bara í fyrra? Nei, einhvern tímann ég var að, ég held að sé ná Alþingi og víða þetta að finna eldgömmul kostningaúrslit. Þetta er náttúrulega algjör umbylting sem að verður og stjórnmálar breytast að þau neyðast til að horfa til almennings, þau hefur ekkert gert það áður, þau hefur bara verið að tala inn á stórstofum og sjálfstæðisflokkurinn er skilgetið aðkvæmi almenns kostningaréttar, þar sem að borgarastéttin þarf eiginlega búa til alþýðu stjórnmál og sækir svolítið í brunn fasískar hreyfinga. Það tala stétt með stétt og býtir svona hugmyndum hvernig ákveður alþýða manna sem er náttúrulega ákveður alþýða manna að kjósa eins og auðvaldi vill. Þetta er náttúrulega ótrúlega þraut og furðulegt að skildi hafa tekist. Já, þetta er snúningur á kvennafrídaginn. Sósíalismi og kvenréttindi og bara yfirleitt mannréttindi náttúrulega fara mjög vel saman og bara öll. En sko það er í gangi ennþá, það eru stórtónleikar svona kvennavaka. Ég er í Hljómskálagarðinum núna. Þar sem að konur ætla að það er svokallaður brettusöngur sem er boðaður, ekki brekkusöngur, heldur brettusöngur. Í garðinum mínum? Já. Hljómskálagarðurinn er garðurinn minn. Já, það er akkurat í þínum þannig að það er hljómsveitir og kvennavaka. Alltaf gaman þegar er eitthvað að vera nágranni Hljómskálagarðsins. Hvað ætlar að hafa í þættinum í kvöld? Ég ætla að hafa það í þættinum, ég ætla að enda þáttin á Bridge sem er ykkar uppáhaldsefni, veit ég. Við ætlum að fjalla Guðmundur Snorrason, landsliðsmaður fyrrverandi og Matthías Eimsland, framkvæmdastjóri Bridge Sambands Íslands. Við ætlum að fjalla mikinn harm sem er innan Bridge-hreyfingarinnar því að landsliðin okkar gekk svo illa. Eða landsliðunum okkar bæði í kvennaflokki og opnuflokki á Norrlandamótunum í Bridge hafa búið að hæpa miklar væntingar og við heldum að við værum aftur að fara að skila Bermúdaskálinni frá 90 heim fara á aftur heim frá 1991. Lentum við í 16. Já, má segja það sko. Samhryggis. Mikil harmur þannig að það verður alltaf drungi yfir þættinum í kvöld. Við erum mjög spennt fyrir Bridge-þættinum því að við lítum á þetta sem svona tilraun á því hvort það sé hægt að búa til skemmtilegt efni leiðilega hluti. Þess að horfum við alltaf reglulega á það og segja, já, hann tókst það bara á hann byrni núna. Hann klikkar næst. Þetta fyndið, en reyndar sko þá er þátturinn aðeins víðar en sem nemur Bridge vegna þess að stundum treði ég skák þarna inn, þannig að þetta er svona hugar íþróttir en aðalega Bridge. Heyrðu, svo er Oddný á undan þess að Bridge-þættinum, þá ætlar þú og María Lilja, þið eru með Sudoku þátt, nei. Þið eru með viðmælanda sem heitir Þóra Sif Kópsdóttir, hvað getur þú sagt okkur um hana? Hún er bóndi og við hittum hann á Víkingaháttíðinni og svoleiðis að það var svo bara gaman að ræða við fólk sem var að selja sínar vörur, þetta er handverk og svona bóndi sem er að hugsa að það sé mikilvægt að fullnýta líka í staðan fyrir bara það er afurðum svo mikið af til dæmis ullinni, hornunum, beinunum er oft bara hent og verið í áratugi, svo til svona spilling þar í gangi, sem spilling í hinum skilningunum. Þannig að þið verið á umhverfisvænum nótum. Já. Mér fannst hún er líka að tala þess að svona hvernig maður á að ef maður vill verða hluti af þessu víkingasamfélagi þá þarf maður að fara í gegnum einhvers konar vígslu og ég var búin að vera að spyrja svona hvort það væri skilur að vera með blá augu, ég var svona fisk eftir því hvort þetta væri svona
þjóðernis, já, en það var ekki sko, ég gæti ekki komið auðvitað á það. Ok, fróðilegt að hlusta á þetta og horfa. Svo ætlum við að fjalla kvæðakór. María Lilja ræðir við Bjarna Karlsson, hann kórstjóri og ætlar að leiða hann Maríu Lilju allan sannleika þjóðlaga hefðir. Hann ætlar að taka lagið hér við borðið. Hann syngur, það verður lifandi söngur í þættinu. Þetta alltaf söngur, svona þegar að vera að kveða. Kveðasöngur, feðskapur, já. Þetta svona einhver stóra milli talmáls og söngs. Já, ok. Eða hvað? Jú, passar vel hérna það verður eitthvað sem brestur í söng hér eftir. Já, það verður áhugavert og gerist ekki á hverjum degi. Nú, Hildur Margrétardóttir, myndlistarkona, hún líka, hún þér kunn? Já, hún ræðir við mig svona nýjar námsleiðir, því við nú alltaf eitthvað með menntakerfið og pæla í nýjum leiðum til að læra og kenna. Já. Og hún sem sagt tengja tala svona, þetta eins og í seríu þar sem ég að ræða hvernig náttúru, hvernig hægt að tengja raunverulega veru eða dvöl út í náttúrunni og svona ferðalög við skólastofuna. Já. Og hún bara á því að hún hefur bæði rannsakað og hefur haft reynslu á því sem kennari að tengja skapandi greinar við námsefni en líka bara þessar vettvangsferðir. Já, náttúru speki og úti nám. Já. Já, þetta verður spennandi. Og minnum mig á það að Menntaskólinn á Akureyri, hann að breyta sinni námskrá mjög mikið, eins og við heyrðum fyrr í dag í beinni útsendingu þættinum Auðlindin. Það sem þriðjungur kennslustunda í Menntaskólinn á Akureyri verður einhvers konar sjálfsnám, þar sem að þau hafa miklu meira kennsla án kennara. Sína framtíð að segja. Kennsla án kennara. Bókarinn, hann orðar þetta þannig. Þetta sé mjög sniðut, það var kennslu án kennara. og kennslu án skóla að koma út í það. Það er strax byrja að rekna út hvað getur greitt á þessu í niðurskurði. En Vekni nýyrði þýðing Kristjáns Kristjánssonar, heimspekiprófessor í Birmingham. Þið töluðu saman, Gunnar? Já, ég hringdi í hann að tala þetta. Hann hafði verið að skrifa grein mismunandi Vekni, hann að tala marxíska Vekni. Já. Postmoderníska Vekni og svo Vekni á tímum sjálfs myndar stjórnmála. Hann nú munið til greinunum sem hann skrifaði postmodernisma í lesbókina snemma á 10. áraðum. Aldeilis, það komið sprenging bara inn í íslenska menningu. Já, hann enfant í svona umræðu. En það bara svo skemmtilegt að tala við hann. Ég ákvað að slá þetta. Hann líka að gera rannsóknir á svona sömuleyti kannski áhrifum samfélagsmiðla því þeir eru svo mótandi áhrif á okkur hvernig fólk tekur svona ákvarðanir, hvort það byggir það á svona dómgrind eða hvort það keyrist áfram á því sem að kannski má sjá svolítið á Facebook sem eru svona kannski ekki fallegustu tilfinningar mannsins, dómarka og svona sjálfsmeðvitund og svona. Þannig hann var líka að gera slíkar rannsóknir og kannski tengist þetta einhver leiti, kannski þetta svona síðasta Vekni sem að verður mjög dómhart og svona upphafin einstaklingshyggja þar sem að ég skilgreini hver ég og ég hef eiginlega dómsvald yfir ykkur að þið beygið ykkur undir niðurstöðu mína. Vekni, það þýðing á Vók? Já, það er þýðing á Vók. Þannig það líka að við höfum svolítið verið að tala og ég var til þess að föstudagi síðasta, það var vikurskammtur, þá bauð ég upp á Vók, þá dæstu eiginlega allir. Nei, ekki Vók, svo fóruð að tala Vók. Ekki meir. Það er eitthvað spennandi við Vók að það enginn vil tala það, en svo þarf ekki nefn að segja 3 orð að þá fara allir í gang, sko. Þannig að þess vegna hef ég svolítið verið að reyna að finna leið til þess að ræða þessum meira Vók. Og það mjög skemmtilegt að tala við Kristján það. Mjög skemmtilegt. En af því að Kristján Kristjánsson sonur Kristjáns frá Djúpalegg og af því að ástandið eins og það þá ætla ég að leyfa mér hér með leyfi forseta að lesa upp nokkrar ljóðlínur úr slysaskot í Palestínu þar sem segir: minn synd stór og systir mín, svarið get ég, feilskot var það, eins og hnífur hjartað skarða, hjarta mitt ó systir mín, fyrirgefðu, fyrirgefðu, ángin litli, ángin minn, ég ætlaði að skjóta hann pappa þinn. En þú átt sviðið í fyrsta einslægi þáttarans við rauðaborðið í kvöld, Oddný Eir, hvað ætlar að bjóða upp á? Já, ég ætla að fá
til mín Ögmund Jónasson sem þarf nú kannski valla að kynna. Hann búin að vera í mörg ára svona, með fyrirlestra sem hann skipulegur í Safnahúsinu sem heita til róttækrar skoðunar, þar sem svona fólk sem hann fær fólk sem með virkilega eiginlega, ef maður fer á þessa viðburði þá maður getur eiginlega verið vissum að það breyti einhvern veginn sjónarhorni manns og maður eiginlega sjáu svona svolítið heiminn í bara alveg nýju ljósi. Þannig að ég ætla að biðja að segja mig frá, hann að fá 2 mannréttinda lögmenn, svona ansi magnaða lögmenn sem voru stóðu í réttarhöldum málefni Kúrda. Þannig að það eiginlega mjög svört skýrsla sem því miður, kannski ekki orðið að segja spennandi, en það mjög áhugavert að heyra þessar niðurstöður og hvernig líka þau, sjá réttlætið og mátt slíkra mannréttinda dómstólar í dag. Og tenging við tímamótinu sem við nefndum hér í upphafi þáttarins 19. júní. Já, vegna þess einmitt Ögmundur skrifaði í dag grein þar sem hann segir að við þurfum að líta til þá baráttu annara og konur hafa verið mjög mikið í farabróti í mannréttinda og frelsisbaráttu Kúrda gegnum árin. Þetta drifið áfram af kommunistaflokki Kúrda, frelsisbaráttu Kúrda. Já, það er nefnilega það. Ekkert enda, það ekki alltaf, ok. Það gerist. Ég veit að margar íslenskar kvenfrelsiskonur eru svona sárar og súrar út í eina sósíalísku hreyfingu sem ekki tók þeim vel. Ég meina Svanur Kristjánsson sagði einhvern veginn við mig þegar ég var að spjalla við hann á kaffihúsi. Það verið þetta bara sorglegt sem hefði gerst á Íslandssögunni. Að kvennarhreyfingunni, verkalýðshreyfingunni hafi ekki auðnast að starfa saman. En Abdullah Öcalan sem svona þeirra dálítið svona sem skrifar pólitísku leiðtogi Kúrda sem nú búin að vera í mörg ára eða marga 10 ára í einhverju hræðilegu fangilsi út á Imrali-eyju sem svona svartur blettur. Talar að miklu visku frið og fleira eins og hættir til þegar menn eru lokað lengir í fangilsi. Já, en hann alltaf tala líka af reynslu, hann alltaf var með alveg nóga reynslu af baráttu og hann ræðir einmitt hvernig bara það verði ekki, þetta barátta og lýðræði verði ekki slitið frá neinum sósíalisma og almennir mannréttindabaráttu. Einmitt, sem sagt, góðir áhorfendur og hlustendur, það stútfullur þáttur framöndan af fjölbreyttu efni hér við Rauðaborðið. Áður en við fáum örstutt skilaboð og hefjum dagskrána, þá ætla ég bara að minna ykkur á það að ef þið hafið hugleitt það lengi að gerast áskrifendur eða styrktaraðilar samstöðarinnar en hafið einhverja hluta vegna ekki komið í verk, þá ekki eftir neina að bíða. Við erum með vefsíðu sem heitir samstöðin.is og með því að skrolla þar niður og finna hnapp þar sem ástendur áskrift getið þið gegn mjög svo hóflegu mánaðargjaldi aðeins 2750 króna grunn áskrift fengið aðgengi að öllu okkar efni og haldið við okkar dagskrá. Með öðrum orðum það skiptir öllu máli að þið áskrifendur og styrktaraðilar sýnið ánægju ykkar í verki ef þið viljið styrkja samstöðina með fjárframlögum. Nú við viljum einnig bara þakka ykkur fyrir að vera duglega að deila efni okkar og tala vel okkur og að mikil hvatning að vinna fyrir ykkur og vonandi verður það áfram ókomna tíð en án fjárframlaga mun það sennilega verða brekka. En við þökkum fyrir okkur hér í bili, hér í kynningunni, ég Gunnar Smári og Oddný og hefjum dagskrána eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin
Styður þú baráttu leigjenda? Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin mjög góðu gestur. Það engin annar en Ögmundur Jónasson. Ég kynni því svona eins og bara eiginlega rokkstjörnu. Þú ert, ég veit ekki hvernig ég á að titla þig, fyrrverandi ráðherra, fyrrverandi pólitíkus, núverandi svona, lýðræðisvirkjandi og aktivisti. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Og þú skrifaðir hansi magnaða grein inn á vefinn þinn í dag þar sem í tilefni dagsins, að í dag nú 19. júní, baráttudagur kvenna. Þar sem hún tengir svona kvenréttindabaráttu íslenska kvenréttindabaráttu við bara tilveru réttarbaráttu, mannréttindabaráttu Kúrda. Já, það alveg rétt. Þetta kvenréttindadagurinn íslenski til að minnast þess að íslenska konur fengu kosningarétt árið 1915. Já. Það hefði verið reyndar samþykkt á Alþingi nokkrum árum áður, 1911, en danski kóngurinn vildi ekki staðfesta lögin fyrir á þessu ári. En það voru konur sem voru eldri en fertugar sem áttu kjósa og þær fengu síðan kosningarétt að borðu til jafnsu kalla 1918. En þetta verður manni tilefni til að hugsa hvernig á því geti staðið að þessi staða hafi verið uppi, að kynjónum hafi verið mismunað með þessum hætti og annað sem að kemur upp í hugan og leitar á hugan hvað þetta kostaði mikla baráttu. Og að því tilefni hugsa ég suður á bóginn og út í heim þar sem að konur að berjast fyrir sínum réttindum og á brattan að sækja. Og það alveg rétt, ég skrifaði grein þar sem ég tengi þessa baráttu kvenna í Tyrklandi og síðan í Rósjava, Norður Sýrlandi. En þar hafa konur, kúrdískar konur, og ég sé að þú ert með kúrdískan klút hálsins, að það fyrir vel á því. Tilefni dagsins. Að þær hafa staðið mjög framalega í þessari baráttu. Og nú náttúrulega ekki hægt að alhæfa alla Kúrda. Þeir eru 50 milljón talsins og búa í 4 ríkjum að minnstakosti á þessum slóðum. En það hægt hins vegar að vísa í ákveðnar hefðir sem að þeir eru að reyna að festa í sessi, Kúrdarnir sérstaklega í Tyrklandi og þeir framfara sinnaðri í þeirra hópi í Tyrklandi og í Norður Sýrlandi, í Rósjava. Það að stuðlað jafnrétti kynjana og leiðtogi Kúrdana sem með svo hættulega skoðanir að það þurfti að loka hann inn í aldarfjórðung rúman. Hann hefur lagt áherslu á í sinni baráttu allri. Þetta gamall marxisti Abdullah Öcalan. Hann segir það verður engin sósíalismi án jafnréttis kynjana og það verður engin sósíalismi heldur án lýðræðis. Þetta eru svona 2 forsendur sem hann leggur til grundvallar. En svo ég haldi áfram með Rósjava og Kúrdana þar og þessa tengingu alla, að þá eru konurnar í Rósjava, þær hafa vakið athygli, bara heimsathygli, fyrir framgöngu sinna í varnarbaráttu sinni gagnvart aðsteðjandi vanda, árásum frá tyrkneska hernum og ISIS, svona öfgahópum íslamista sem ekkit mikið gefið kvenréttindabaráttu
og þær hafa vakið athygli fyrir hve einarðarlega þær hafa staðið saman og hve framarlega þær hafa staðið í þessari baráttu. Og ég er að efna til fundar, boða til fundar eða bjóða til fundar í hádeginu á mánudag, 23. júní, Safnahúsinu Hverfisgötu, þar sem ég fæ höfuð saksóknarana í sem sagt í ákærum sem settar eru fram á hendur tyrkneska hernum og tyrkneskum stjórnvöldum annars vegar og þessum hópum þessum islamísku hópum í Norður-Sýrlandi sem hafa reyndar lotið leiðsagnar og stjórnar frá Tyrklandi. Og þessir aðilar, tyrkneski herinn og þessir hópar hafa framið gríðarlega hryllileg voðaverk þarna og framið mannréttindabrót og það var Permanent People's Tribunal heitir það, sem að þessi saksóknarar fóru fyrir og koma í Safnahúsi núna hjá okkur til að greina frá niðurstöðum sínum. Og aðeins þennan Permanent People's Tribunal, þetta dómstóllinn sem að Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre og fleiri sett á laggirnar á 7. áratugnum til að taka á Víetnamstríðinu og mannréttindabrotum og glæpum sem framinn voru í Víetnam á sínum tíma og þessi dómstóll var síðan endurvakin á 8. áratugnum til að taka á einræðisstjórnum í Suður-Ameríku, í Rómörsku Ameríku og hefur síðan verið að taka til hendinni á ýmsum svæðum þar sem að mannréttindabrót hafa átt í stað og staðnæmdu síðast þarna í Rojava. Það er svona tilraun til þjóðarmorðs sko. Það er það að þurrka þá bara út og dreifaðum alla byggðir og Tyrkirnir þegar þeir réðust á Afrín fyrir nokkrum árum þar sem að Kúrdabyggðir voru miklar. Þá var það gert undir merkjunum Olive Branch, Operation Olive Branch, svona friðargreinin. Og þar tóku þeir með Kúrdana og ráku þá á brott, kristna reynda líka og gyðinga sem þarna bjúku. Þannig að þetta er svona óhæfuverk sem að þarna hafa verið framinn og ég vil vekja athygli á. Ég sótti ákvað að sækja þessi réttarhöld í Permanent People's Tribunal sem eins konar dómstól til varnar alþýðunni. Þetta ekki formlegu dómstól en hefur mjög mikið vægi sem slíkur vegna vandara vinnubragða. En sko hefur hann eitthvað vægi, nú náttúrulega gagnvart þjóðarmorði í Palestínu og þá eru menn dálítið uppgjafalegir bara varðandi svona þessa alþjóðarstofnanir sem eitthvað mega sín lítils og Jú, en það einmitt svolítið merkilegt að átökin í heiminum eins og ég sé það eru á milli þeirra sem að vilja byggja samskipti ríkja á lögum, law-based order, eins og stundum við talaðum á ensku, og hinna sem að tala rule-based order, það er að segja reglur sem ákveðnar eru, og það er það sem að Trump og félagar vilja. Við setjum reglurnar og við ráðum. Og þeir vilja ekki þessar stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar, alþjóða glæpadómstólinn og annað slíkt, þeir vilja þær bara burtu og setja reglurnar og ráða þeim sjálfur. En jafnvel þessar alþjóðlegu stofnanir á borð við Sameinuðu þjóðirnar og aðrar ámóta, þær hafa ekki staðið sér sem skildi í seinni tíð og þess vegna hafa komið til sögunar stofnanir, dómstólar, dómstól, þetta er sá frægasti. Þess vegna hafa þau komið til skjalana, þessir dómstólar, til þess að tala máli alþýðu manna og fórnarlamba glæpa samtakana allra. Þótt að sé kannski ekki násamlega hlusta á það núna, þá eru þessar heimildir til allavega og það er þessi vinna fyrir fram. Já, það er mjög mikilvægt og þetta svo ég tala af eigin reynslu að þá var þessi dómstól starfandi fyrir 2018 í París, tók þá fyrir málefni Kúrda innan landamæra Tyrklands
og ég ákvað að sækja þau réttarhöld og satt þarna alveg eins og límdur við stólminn í 2-3 daga og bauð nokkrum vitnana til Íslands í kjölfarið og við héldum fund í Safnahúsinu og ég að gera það sama. Ég fór aftur 5., 7. og til 7. febrúar núna í ár til þess að bara sitja og hlusta á þetta. Ég var á þessum fundi að það var mjög eftirminnilegur og opaslega eiginlega vakti mann til vitundar eitthvað samhengi sem að maður hefði ekki átt, eitthvað svona undir samhengi í heimspolítikinni út frá sjónarhorni þessara réttindabaráttu Kúrda. Akkurat. Þannig að ég kallaði nú til og við vorum gott spjall hérna í fyrra í mótmæla þætti en hins vegar fann maður að þetta kallaði og þú ert búin að vera mjög ötull að rannsaka þetta samhengi allt en það kallaði eiginlega á meira grúsk sko. Já, alveg rétt og þetta grúsk leiði mann áfram síðan en aðeins þetta að hvort þetta hafi áhrif nú hefur komið fram í okkar spjalli að þetta hafi mikil áhrif á mig og þetta hefur haft mikil áhrif á þig og vonandi á einhverja sem að hlusta á þetta og koma til með að sækja þennan fund stuttan, snarpan en upplýsandi fund klukkan 12 í Safnahúsinu hverju skötu á mánudaginn. En getur þú sagt okkur það er ein kona og... Já, hún heitir Seren Usial og er tyrkneskur mannréttindalögmaður í forsvari fyrir European Association of Lawyers for Democracy en hann, Jan Fermon, hann er belgískur mannréttindalögmaður aðalritari International Association of Democratic Lawyers svo ég segi þetta á ensku, ég kann ekki að þýða þetta aðmjölega og þetta voru höfuð saksóknarar í þessum máli gegn Tyrkjum og þeirra sem sagt handbendum þarna í Norður Sýrlandi en svo ég aðeins botni þetta með þennan febrúarfund sem síðan var niðurstöðuna voru kynntar nokkrum vikum síðar í Brussel og ég var aftur mættur þar bara til að hlusta á það og fylgjast með framvindunni að þá var svolítið athyglisvert að þarna töluðu á þeim fundi eða fundi sem var haldið í tengslum við þessa kynningu þá töluðu fulltrúar margar Evrópuríkja og það stóðu på hverjum manni málflutningur fyrir það sem færð voru rök fyrir eða reynda að færa rök fyrir aukinni vígbúnaði. Við þurfum meiri vopn og meiri varnir og svo framvegis. Þá stóðu upp kona, Nilüfer Koch heitir hún og er Kúrdi í Evrópu, sem býr í Evrópu. Og hún sagði, heyrðu, hvað ég að hlusta á? Ég er að hlusta á fólk hér, hvernig einstaklingin á fætur öðrum, það voru reyndar aðalega konur, og það eru konur sem tala þannig saman, að þær vilji meiri vopn og meiri manndráp og meiri vígaferli. Við erum að reyna að komast út úr þessum heimi. Við erum að reyna að ljúka stríði og óeiningu og misklíð, hvað þá ofbeldi sverkum sem við höfum búið við. Við erum að reyna að stíga út úr þessum heimi. En þið eru alltaf að tala hér vígbúnað og vígvæðingu. Er heimurum bara að verða galinn og mér fannst þetta svo gott að heyra þennan tón og þegar maður heyri það síðan frá Abdul Öcalan sem við rættum hér áðan, situr í fangelsi, búin að vera þar í... Er það ekki Imrali? Imrali, jú, rétt. Á Marmarahafinu. Rétt undan strönd Istanbul, mikla garðs. Að hann hefur lagt til að PKK sem er tyrkneski, kúrdíski verkamannaflokkurinn sem hefur staðið í stríði innan landamæra Tyrklands að þau myndir leggja niður vopn og nú ættu menn að semja og þá hafa menn sagt vilt þú semja við kúaraðina, viltu semja við Erdogan, viltu semja við stjórnvöld í Tyrklandi sem að halda upp í árásum á okkur dag hvert innan landamæra Tyrklands og í Rósjava. Já, segir hann, við skulum ekki horfa fram hjá því að Kúrdar og Tyrkir hafa lifað í sátt og samlyndi á þessu svæði í 1000 ár. Í 1000 ár. Gleymum því ekki, sagðan.
Jú, við höfum verið að berjast í síðustu ár og áratugi. Nú skulum ljúka því. Þetta á að vera liðin tíð. Við höfum að stíga inn í aðra og bjartari og lýðræðislegri framtíð þar sem að ríkir meira jafnrétti en við búum við nú. Þetta eru bara tónar sem eru allt aðrir en við heyrum nokkuð staðar annar staðar í þessum heimi sem að er stýrt af Þessum friðarviðræður eru ekki hátt skrifar. Nei, það er ekki hátt skrifar. Nei. Og ég man að fundurinn þarna var akkurat á sama tíma og það var stór NATO-fundur eða allavega voru einhverja samningaviðræður NATO hérna. Já. En hvað myndi Öcalan segja eða hvað segja Kúrdar sko varðandi þessar friðarviðræður þegar það er bara svona mikil vígbúnaður? Það breytir ekki sko þeir segja, þeir hafa sagt við treystum engum, við eigum einu viniti sem við eigum eru fjöllin og þá er verið að vísa til skæru hernaðar og sjálfsvarnar baráttu en það er haft eftir Öcalan og hefur verið haft eftir honum í Míneru að þeir hafi séð 3 kosti í stöðunni. Þeir gætu reyndan á einhverju samstarfi við Íran og Íranir sem hafa verið raktir frá Sýrlandi, þeir hafa haft sveitir þar, þetta er allt með útsendara og sveitir og vígamenn út alla trissur. Við getum neitt að ná sambandi við þá. Við gætum í öðru lagi reynt að ná samkomulagi við nýlenduveldi gömul og ný, Bandaríkin, Breta, Ísrael, sem í sameiningu stóðu að stjórnarskiptunum í Sýrlandi nýlega. Við getum neitt að semja við þá. Það er vitað mála Ísrael vill sundra Sýrlandi og við getum hagnast á því eða við getum saman við Tyrki. Og þá kom upp þessi umræðum, sko, býtu Tyrki, viltu semja við þá? Sko, við höfum lifað í sátt og samlyndi í 1000 ár. Og þetta vilja Kúrdarnir þrátt fyrir það að í Damaskus sitja núna kúarar þeirra. Sá sem að fer fyrir stjórninni, hann var í fórustu fyrir Al-Nusra sem eru svona afsprengi út úr Al-Qaeda og voru í þessum ofsóknum á hendur Kúrdum í Rojava. Og ég man eftir því að í þessum réttarhöldum það var sýnt myndbrot þar sem að sást hvar konan okkur, einna svona sem stóð framalega í þessari kúrdísku baráttu var skotin til bana og mér er sagt að sá sem hélt byssuna að hann sé núna dómsmálaráðherra Sýrlands eða öllu heldur réttlætismálaráðherra Sýrlands við á ensku heitir þetta Minister of Justice. En við þessa menn og alla menn vilja þeir semja og þá hafa Kúrdarnir nálgast þetta þannig og það hefur verið línan frá Abdul Öcalan að segja sem svo sko við vildum á sinni tíð fá sjálfstætt ríki og viljum það en gleymum því sinn skiljum það að Tyrkland vill halda upp á sín landamæri, Sýrland vill halda upp á sín landamæri, við viljum halda upp á okkar menningu og mannréttindu okkar. Og ef við nálgumst málin þannig að viðurkenna þeirra yfirráð, svona þeirra landamæri, þeir viðurkenni okkar réttlætisbaráttu, að við viljum lýðræði og okkar menningu, þá náum við saman. Og þetta er svo vitiborið og svo þroskað finnst mér og þetta er nokkuð sem að heimurinn allur þyrfti að læra af. Mannréttindin eru eiginlega ofar landamærum eða svoleiðis landamæra deilum. En við höfum nú eiginlega stuttan tíma til þess að sko tala þennan spennandi fund var réttilega kynnan, en má ég bara spyrja í þessari bók, þessu plaggi sem er þar niðurstaða sem sagt? Sko það er þetta svo spennu, á maður að koma mánudaginn til að vita hver er niðurstaðan? Það er bara, sko að því að við erum alls svo uppstekinn og megum ekki að lesa margar og stóra bækur, þá fáum við þetta bara beint í æð. Þessir fundir sem að ég hefur að boða til róttækra skoðunar heita þeir og hafa verið orðnir allmargir, þeir eiga það sammert að vera allir stuttir og svona samanþjappaðir til að fólk fái fróðleik á
konsentreraðan hátt í stuttu formi og það verður þarna á mánudaginn. Mannréttindi á mánudagi sko í hádeginu, geta menn jafnvel farið úr vinnu og komið hérna. Ef svindla aðeins á tímanum sko, þetta er klukkutíma fundur, kannski rúmlega í allra lengsta lagi 1,5 sennilega ekki svona okkur. En má ég nokkuð spyrja sko, á því það nokkuð verið að spyrja núna hver er niðurstöðan úr? Hún er svakaleg. Hún er bara alveg svakaleg. Já, hún er svakaleg og hún er svo. Svört. Já, hún er svört og að þessi mannréttindabbrot að þau eiga sér stað fram á þennan dag á hverjum einasta degi og það sem er óhugulegt við þetta og er kannski að breytast, það má vera að það sé að breytast núna að sko þessir stríðshópar þarna að þeir hafa stært sig af voðaverkum sínum og þess svona sendt út myndbönd þar sem að sína undir mikilli hátíðamúsík og baráttumúsík þar sem þeir eru að drepa fólk tónlist, það er nú bara þannig einhvern veginn í pressun er það svona búið að réttlæta það að það er einhvern veginn búið að koma því þannig fyrir er það að Kúrdar séu réttræpir Já, þannig á þessum slóðum en svo hafa þeir verið að vinna virðingu hjá öðrum, hjá mér og hjá þér og það ber klúturinn góði, vitni, er það ekki? Sem að maður setur það upp hér eftir þangað til á 19. júní sem sagt. Hver er þetta? Þú mæti kannski í safnahúsi með klútinn? Já, er það ekki? Og hérna, það er mjög gaman að lesa líka bækur eftir Hafin Gúnisir og bóka mitt það sem er tengt saman sko, líðræðispælingarnar og hvernig þetta Þú hefur nefnilega komið á nokkra svona fundi ég mani til því nokkra svona fundi, já. Þannig að við mælum með þessum fundi og kynnum að hér með á mánudaginn í hádeginu klukkan 12 í Safnahúsinu þar sem að verða 2 mjög merkir mannréttindar lögfræðingar að kynna niðurstöður þessa dómstól sem heitir nú aftur hvað? Permanent People's Tribunal Já, sem ég hef þýtt sem dómstól til varnar alþýðumanna. Flott. Ögmundur Jónasson, hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá þessum viðburði. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur, hendast inn á slóðir Kúrda og yfir öll landamæri í mannréttindabaráttunni. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallunni yfir til ykkar og fyrir mig smá fríminútur og höldum áfram hérna við rauðaborðið að ræða málin. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við ætlum að ræða það sem stundum er haldið fram hérna við rauðaborðið að enginn vilji ræða, allir búin að hundleið og því það er að ræða Vogue og ég ætla meira að hringja til Birmingham í Englandi og tala þar við Kristján Kristjánsson sem er prófessor í heimspeki sem var að skrifa daginn Vogue og að gera það sem margir hafa verið að kalla eftir að skilgreina hvað í veröldunum þetta er. Vertu velkomin Kristján. Þakkaði fyrir. Herðu, þú varst að greina, þú varst eiginlega að ættrekja Vogue, raktir að það væri til svona 3 tegundir af því sem ætti rekja til 3 tímabila í, við getum ekki sagt hugmyndasögunni. Ertu til í að útskýra fyrir mér? Já, þú að leyfa mér að taka smá klikk aftur á 18. og 19. öldina því að allt sem skiptir máli fyrir það sem ég kalla vekni eða vóknast í nútímanum á sér rætur í upplýsingunni og hugmyndum á 19. öld líka. Þannig að ef við bara byrjum svona 2 mínútna forsögu á David Hume. David Hume var skoskur heimspekingur, upplýsingamaður, liberalisti og raunverulega miklu áhrifaríkari í pólitík og siðfræði heldur en nokkuð tíman Locke og Mill og Kant og þessi frægari. Og Hume hann hafnaði tilvist sjálfsins eða manngerðarinnar, þar að segja, þetta er náttúrulega grundvöllurinn að ákveðinni tegund af vekni í nútímanum sem ég kem að seinna. Þannig að hann hafnaði því að það væri einhver svona kjarni í okkur, við værum eitthvað inn við beinið
Hugsum okkur bara að þú sett mig í settinu hjá þér hérna mannersku sem að skilgreinir sig sem íslenska 30 ára heiðarlega konu sem að kýs samfylkinguna og hefur dálæti á klassískri tónlist. Ef þú setur hana í heilaskanna eða MRI, þú finnur ekki Íslendingseðlið eða tónlistargáfuna eða neitt slíkt. Og Hume gekk miklu lengra heldur en þetta. Hann sagði, prófaðu bara að skoða inn í hugan á þér hver þú ert, athugaðu hvað í gangi þar. Og hann sagði, það sem í gangi í huganum á þér bara röð upplifana, endalaus röð af skynjunum og tilfinningum og hugsunum sem að riðlast hver á annari eins og bara hænur í ofullum hænsnakofa og það ekkert sem ættir að benda á og segja þetta ég. Getum við þá ekki bara ákveðið hver við erum? Það var niðurstaða Humes að við skilgreinum bara sjálf okkur hver við erum og við hefum sjálfræði til þess, það liberalismin, það að segja sjálfræði til að skilgreina nákvæmlega hver maður er. Hume var með 2 aðrar mjög magnaða kenningar og það svo merkilegt með kenningar Humes að það einlega öðlaust ekki fræð fyrir á 20. öldinni en þess að hina 2 kenningarna sem skipta líka máli í sambandi við þróun og vetni, það var annars vegar greinamunur hans á gildum og staðreyndum. Það að segja, það veri grundvallamunur á gildum og staðreyndum og gildi hefðu ekki hlutlegt gildi, það veri bara tilfinningaatriði. Það að segja hvort að þér annara að klóra þér í litla puttanum eða komið fyrir þjóðamorð í Gaza, það bara smekksatriði. En má ég samskjóta því inn þá ekki, en gildin ekki minna virði heldur en staðreyndinnar, hann ekki haldaði fram, heldur bara sikkur veröldin og sikkur viðmiðunar skalinn? Algjörlega hefur bara algjörlega annar röklegt gildi, annar aðeins bara tilfinningu einstaklinga og hitt eitthvað sem hættir að mæla svona utanfrá eins og gull frumefnið eitthvað slíkt. Og svo náttúrulega var hann líka með kenninguna munina á gildum og boðum, siðabóðum. Hann sagði, jafnvel þó við séum sammála, ég og þú séum sammála að það sé gott að hjálpa bágstöðum í einhverju landi, að þá getur okkur greint fullkomlega á hvað við að gera til þess að gera það. Þannig að það var mest að 3 mögnuðu kenningar. Við höfum ekkert sjálf. Það grundvallamunur á gildum og staðreyndum og grundvallamunur á gildum og siðabóðum. En það var enginn sem botnaði neitt í þessari kenningu á 19. öldinni nema einn maður sem var Nietzsche. Og þó Nietzsche reyndar hefði lítið dálæti á þessum bresku rauningjumönnum og sagði að heimspeki þeirra væri bara hæg fyrir svín, að þá ekki hægt að hugsa sér valdskenningu Nietzsche nema sem andsvar við þessari svona, hvað maður segja, þessum anarkisma, þessum heimspekilega anarkisma hjá Hume og Nietzsche sagði einfaldlega býtu ef að gildi hafa ekki hlutlegt gildi, hlutlega staðreyndir til að byggja þau upp til dæmis í stjórnmálum og þá snúast bara stjórnmálum völd og valdafíkn og bara hver reynir að óta sínum tóta. Var Nietzsche að andmæla honum og hafnaði þessari hugmynd og vildi stilla á móti einhverjum svona hierarkíu hugmyndana sem að Hume var að hafna? Jú, en þessi hierarkía var meira og minna byggð bara aftur á tilfinningum, þannig að aftur sótt hann í smiðju Humes. Þannig að þetta ekki byggt svona á einhverju afturhvarfi til klassískra hugmynda gott og illt. Marxismen var náttúrulega tilraun til að bjarga nánast heimspekinni, svona skipulegri, skynsamlegri heimsmynd frá þessum heimspekilega anarkisma og líka frá valdskenningu Nietzsche. Og marxistarnir töldu þessa kenningu Humes bara að vera kapitalíska siðfræði, það að segja auðvitað það gott fyrir kapitalisman að hver einstaklingur bara skilgreinir sig sjálfur og hafi ekkert fastmótað eðli, því þá kemur fólk með alls konar sjálfsmyndir og þá skapast möguleiki fyrir kapitalistana að framleiða vörur sem að henta fólki með sem að skilgreinir sig á ólíkan hátt. Þannig að þetta er allt saman fjall eins og stafur á hurð. Þannig að þetta gerir marxismin og marxismin náttúrulega setur fram sína kenningu þennskonar heimspeki, dialektíska hughyggju og dialektíska efnishyggju og skilgreindi bara kenningu Hume sem ódialektíska hughyggju.
Samkvæmt díalektísku efnishyggjunni þá skiptir öllu máli að við höfum rétta vitund heiminn eins og hann og heimurinn skipulegur, skynsamlegur, skýran, byggist á að baráttu hugmynda, baráttu stétta. Og staða okkar skilgreinist á stöðu okkar í þjóðskipulaginu hver við erum. Já, en ekki skilgreiningu okkur getur skjátlast það. Það er að við getum talið okkur vera í millistétt og við séum í öreigastétt og svo framvegis, þannig að þetta ekki eins og hjá Hume að við bara skilgreinum okkur hvert og eitt. Nú, þessi hugtök hjá Marx og Engels, rétt vitund og fölsk vitund, þau voru ekki svona kjarnaatriði í marxismann lengi vel, þannig að það er ekki fyrir en þessi fyrsta tegund af vetni sem ég kalla, sem kemur svona 1970, þar sem að þessi hugtök fá alveg bara nýja merkingu, svona í hipparhreyfingunum og annar staðar þá, sem þú voru allir tala að það væri meðvitaðir og þetta fyrsta tegundin af vetni, það þessi marxíska vetni og að vera meðvitaður þá sem sagt að bera skynbragð á þetta stéttara eðli tilverunar og sem sagt væri ekki fyrtur var líka sagt að þú væri fyrtur ef að þú hefðir ekki rétta skilninga, eða ekki? Já, annarkvort, fyrtur eða með falska vitund, það raunverulega merkir það sama. Nú, svo næsta skeið, í svona lok 20. aldar, þá fer fólk að efast að skýring marxista á undirokun í samfélaginu standi alltaf heima og það sé alls konar önnur undirokun í gangi heldur en bara undirokun stétt á stétt og það kemur auðvitað feminisminn og fötlunarfræðin og þessi hugmynd að vetni sé næmi gagnvart hverskins undirokun eða sniðgöngu minnihlutahópa og félagslegt réttlæti sé þá auki jafnrétti fyrir minnihlutahópa á þeirra eigin forsendum. Og tengist líka uppgjörinu varðandi nýlendutíman og svona nýlendufræði sem að er eiginlega... Jú, einmitt, það er náttúrulega eitt stór, þessi svokallega minnihlutahópur er náttúrulega fólk í nýlendunum eða þess sem að urðu fyrir barðin á nýlendustefnunni. Þannig að, en aftur er þetta tiltölulega hlutlægu mælikvarði, það er að segja þú ákveður ekki hvaða hópið þú tilheyrir. Þú getur ímyndaður að þú sért maður á uppleið í fyrirtækjunu en það sjá allir að þú ert bara peð og þú hefur ekki rétt litarhaft og ekki kannski rétta kynvitund eða eitthvað, þannig að þú kemst aldrei áfram, þannig að þið getur skjáttlast í hvaða hóp þú ert. Þannig að postmóderniska vetni gekk ekki svona langt eins og Hume. Þetta væri bara sjálfskilgreining einstaklingsins. Og svo kemur náttúrulega þessi sjálfsmyndarvetni sem hefur vaðið upp í síðustu 10-20 árin og hún er eiginlega bara sambland af Hume og Nietzsche, hún gengur náttúrulega miklu lengra, það er að segja að vetni verður þá ofur viðkvæmni gagnvart sérhverri véfengingu á sjálfskilgreiningu einstaklingsins og félagslegt réttlæti þá endurskilgreint, þannig að það sé að hver fá að sníða sér bara þann stakk sem hann vill. Það sem að gerist þarna er að þessi sjálfsmyndarvetni, hún vill í raun og veru bæði halda og sleppa. Það er að segja, hún vill sleppa náttúrulega nýfrjálshyggju í efnahagsmálum og hún vill sleppa kapítalískum sambúðarháttum, en hún vill halda í þetta sem að Stefán G. Stefánsson kallaði róttækan einstaklingsofvöxt. Þannig að í raun og veru ef maður kafar dýpt í þetta, þá er þetta bara thatcherismi á sterum. Þetta bara nákvæmlega sama kenning sem Margaret Thatcher hélt fram þegar hún sagði að það væri ekki til neitt samfélag og ekki einu sinni til neitt einstaklingur á einu tilteknum bás. Það er bara þú sjálfur sem ákveður og ert bara þín eigin gæfismiður og bara skilgreinið þig og hún vildi helst aldrei tala sinn bakgrunn, hún vildi ekki vera endilega flagga því að hún gekk ekki í einkaskóla. Það kemur bara málun ekkert við sá. Forsaga mín, hvaðan ég kem, í hvaða samfélagi ég ólst upp, ég skiptir engu máli, það er bara hvernig ég skilgreini mig. Þannig að þetta er það sem að kannski, þó ég hafi reyndar sjálfur komið með ýmiss konar gagnrýni á postmódernísku vetni hugmyndina, þá er hún alls ekki eins eitruð blanda eins og þessi síðasta tegund. Þessi síðasta tegund er alveg eitruð blanda, finnst mér,
á milli sem sagt svona róttækrar einstaklingshyggju í anda David Humes og svo einhvers konar andofs gegn ríkjandi kapitalískum efnahagsháttum. Þetta fer ekki voðalega vel saman. Má orða þannig að munurinn í þessari þróun sé meðal annars sá að einhver vildi að við skilgrindum okkur sjálf og það bara sjálfsagt að svo sé. En þegar maður er komin inn á tímabil sjálfsmyndar stjórnmálana að þá það þannig að ég skilgrinni mig sjálfan en tel mig jafnframt hafa raunverulega vald yfir það hvernig aðrir í samfélaginu skilgrinna mig. Þannig að þetta er ekki bara það að ég hafi frelsi frá samfélaginu til þess að skilgrinna mig hver ég heldur ég líka eiginlega komin með svona, næstu því svo lögregluvald yfir það hvernig þú upplifir mig. Nákvæmlega og þetta tengist náttúrulega svo útilokunar og slaufunar menningu nútímans og reyndar var Robert H. Haraldsson heimspekingur að skrifa alveg frábæra grein í Skírni núna sem ég bara sá í dag og þú ættir endilega að spjalla við Robert hann stúderaði mikið svona útilokunar og slaufunar menningu út frá lagalegum forsendum líka, mjög spennandi en það sem út að segja alveg hárrétt og sko þetta grundvallar munur á postmodernísku vegninni og svo þessari nýju sjálfsmyndarvegni að þessi nýja sjálfsmyndarvegni hún sem sagt bara hún viðurkennir enga vefengingu hvorki innan frá né utan frá á því sem að bara manni finnst maður vera, maður bara skilgreinir sjálfan sig aftur á móti fyrir postmodernistana þá var tilheyrði fólk ákveðnum tilteknum hópum, til dæmis minnihlutahópum og það var ekkert sjálfsvald þitt, þar að segja hvort að þú varst fyrir barðin á nýlendustefni eða hvort þú varst fatlaður eða samkynhneigður eða kona, það er bara kategóriur sem að samfélagi setur þig inn í og er ekkert sjálfsval þitt. Mín gagnrýni á postmodernísku vegna og ég viðurkenni fúslega að hún hafði gríðarlega góð áhrif á mörgum sviðum í sambandi við réttindi fatlaðra og feminista og svo framvegis að mín gagnrýni á hana var að hún svona lokaði fólk inn í ógagnsæjum framandleika í sínum hópi þannig að hún vildi ekki viðurkenna einlega sammannleg gildi þannig að þetta endaði svona í mikilli siðferðilegri afstæðishyggju en Má ég aðeins byrja þig að útskýra það betur og ógagnsær hvað sagðirðu? Ógagnsær framandleiki. Já, framandleiki, hvað það? Ef að þú ert sem sagt kann maður segja bara íbúi í Nígeríu eða ef þú ert fötluð kona eða ef þú ert samkynhneigður maður að sem sagt að þá skilur annað fólk sem ekki hefur þessa stöðu þig ekki, bara það er bara skilgreiningaratriði og þú skilur það ekki heldur þannig að og þar af leiðandi þá hljóta annars konar siðaboð og reglur og norma gilda innan allar þessara menningar kima þannig að og samtala á milli þeirra er raunverulega alveg ómögulegt og tilgangslaust eiginlega. Já, ég meina þú getur borið virðingu fyrir menningu segjum heyrnleysingi eða eitthvað svoleiðis en þú skilur aldrei hvernig þeim líður og ef þú ætlar að fara að ganga inn í þeirra menningar heim og segja þeim að fá þér kuðungsígræðslu því að það er miklu betra að heyra sko. Þá ertu bara að ganga á rétt þeirra og sem sagt að þú ert að ganga inn í þennan ógagnsæja framandleika og telur hann vera gagnsæja. En þú ert að tala þetta, þá minnir mig frekar á sjálfsmyndarvegnina þar sem að meðal annars var fundið af því ef að leikari væri að leika heyrnarlausa manni, við tökum bara það dæmi, að hann gæti ekki sett sig inn í þá stöðu og þess vegna var eðlilegt að finna bara leikara sem að væri heyrnarlaus að leika þetta. Jú, og vissulega eru þessi skil milli marxískrar vegni og postmodernískra vegni og sjálfsmyndarvegni alls ekki fullkomlega skýr og eins og þú veist að margir á hægri kantinum í pólitík þeir líta á þetta allt saman bara sem einhvern konar nýmarxisma sem að ég held að sé vísu alveg ránt en það er þetta margt skilt með líkum en bara hversu fáránlegt er að tala postmodernísku vegnina eða sjálfsmyndarvegnina sem marxisma, við getum bara að hugsa okkur ef að háskólakennari í Kína eða Norður Kóreu setti fram svona sjálfsmyndarvegni hugmyndir. Í Kína er það náttúrulega bara rekin samstundis og í Norður Kóreu er það bara leiddur fyrir aftökusveit. Þannig að marxistar, alvöru marxistar fyrirlíta þessa hjúmísku
hughyggju sem þið kalla. Já, og sjálfsmyndarveknina í sinni yktustu mynd sem einhverlega bara upphafin einstaklingshyggja, þar sem að einstaklingurinn eiginlega komið með sko alræðisvald yfir og getur dæmt og dreigir menn fyrir aftökusveitir sjálfur, hver byggður bara sína eigin svona persónulega mætti. Akkurat, og þetta líka flækir rosalega mikið flokkun stjórnmálaskoðana, það að segja, meina alla 20. öldina þá var þetta að nota þetta kerfi sem að til dæmis Ólafur Þ. Harðarson hefur mikið notað bara tveir ásar, einfaldir ásar, efnahagslífið og félagslífið og frjálslyndur og íhaldssamur og svo eru 4 flokkar af fólki en veknin til dæmis sjálfsmyndarveknin að hún flækir þessa skipur mjög mikið og kemur meila nýjan ás inn í þetta vegna þess að eins og einhver var að skrifa í Guardian í gær að meina fólk eins og David Cameron til dæmis í svona neokon fólkið, það eitt vökulasta fólkið í Bretlandi. Það David Cameron var helsti baráttumaður til dæmis fyrir alls konar sjálfskilgreiningum sem ætti að leiða í lög, þannig að undarlega hefur gert að frjálslynda fólkið á vinstri kantinum og frjálslynda fólkið á hægri kantinum núna komið í einhvers konar sameiginlegan hóp þarna sem að fellur ekki alveg að þessari tveggja rása greiningu. Já. En svo það líka að lifa við tíma þar sem að sko miðjan ekki ein, það bara heimurinn splundraður í sko ólíka samræðu vettvanga og ómögulegt hvað við eigum að tala og hvar og hvernig skoðanaskipti geta orðið þannig að það gríðarlega átök bara vald í umræðunni og það getur birst með ýmsum hætti meðal annars að sósíalistar nota eiginlega svona sjálfsmyndarvekni skilgreiningu á því hvað réttur sósíalismi og vilja þá dæma aðra sem ekki falla að þeirra hugmyndum yfir það að vera eiginlega brjóta gegn tilteknum hugmyndum, þannig að það líka gríðarlega svona átök í samfélaginu sem að kannski sjálfsmyndarveknin dregur dám af og en ekki kannski gerandi að öllu leyti. Ég veit ekki hvort þú náir þessu. Jú, ég næði þessu fullkomlega og ég hef reynd að vera skrifa pistlum á Facebook einmitt hvernig ef maður setur fram einhverja svona hvað maður segja málamiðlun eða milli hugmynd eða varpa fram einhverjum túlkunarkostum sem maður kannski ekki alveg búin að hugsa til hlítara þá ráðist á hann bara strax úr báðum áttum, það að segja annars vegar það náttúrulega svona líðhyggju hægrið sko sem að kannski nú miklu eldra og maður kannast bara við úr fermingaveislan að maður var barn, það var alltaf einhver gamall frændi sem kom með bullum útlendinga og alþjóðlega samsæri, þannig að það kannski ekki nýtt en núna fær maður sko ágjöf leið úr hinni áttinni líka, það að segja frá vökulega vinstrinu, þannig að það eiginlega ómögulegt að vera einhvers þar í miðjunni og þetta eitt af því sem ég hef haft mjög miklar áhyggjur af þessi þróun umræðu hefðarinnar og einmitt ef þú hefur áhuga á það geti sagt þig frá rannsóknum sem við höfum verið að vinna núna í Birmingham á því hvernig þessi umræðu hefur verið skrafað undan bara dómgreind fólks. Já, það einmitt það sem að væri gaman að heyra vegna þess að sumleyti ástæðið þannig að þeir ekki boðið upp á samræðu heldur bara boðið að velja þeir lið. Og ég veit ekki hvort þið voru að rannsaka umræðu eða samskipti á samfélagsmiðlum? Já, við vorum að gera það en við vorum líka bara að gera svona hefðbundna sálfræði stúdíu á 4.000 Bretum og Bandaríkjamönnum þar sem við bara reyndum að skoða hvernig leysa þeir úr svona stórum persónulegum eða pólitískum vandamálum og við höfum ekkert áhuga á því hvort að hver lausnin endanlega var vegna þess að í mörgum þessum dæmum sem við gáum þá gáttu verið 2 lausnir jafn góðar eða jafn slæmar. Við vorum bara höfum áhuga að skoða hvaða skref fer fólk í gegnum þegar þeir að velta fyrir sig svona vandamálum og hvernig á að leysa þau og hvernig tengist það svona persónueinkennum eins og þessum kölluðu dökku persónueinkennin að vera sjálfhverfur eða sadisti eða siðblindur eða svona makkíaveljanismi, þessi 4 frægu neikvæðu persónueinkenni sem að maður sér mjög oft á samfélagsmiðlum í dag fólk sem virðist hafa þessi einkenni og hvernig tengist það þá dómgreind og líka bara dómgreind svona mikilvæg eins og heimspekingar alltaf að bá svona, skiptir þetta svo alveg miklu máli að vera svona góður í að taka ákvarðanir og rökræða og velta fyrir sig kostum. Hefur þetta einhver áhrif á farsæld okkar, þannig að það voru ýmsar spurningar sem við vildum velta upp og af því við okkur tókst að fá svona stórt úrtak sem sagt
endurspeglar allar lífbreytur, þannig að þetta er semst marktækt úrtak bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, því miður höfðum við ekki kost á að gera þetta á Íslandi líka, en við getum gert það, að þá komumst við að ýmsum býsna merkilegum niðurstöðum og sem að svona, já. Eins og hvaða? Til dæmis það að heimspekingarnir alveg frá Aristótelesi virðast hafa á rétt á stand að það að vera færum að hugleiða mál á rólegan hátt og velta fyrir sér kostum og göllum og reyna að taka skynsamlega ákvörðun. Fólk sem hefur þessi persónueinkenni, það er að skora miklu hærra svona í hefðbundnum farsældarprófum. Það er að segja, maður leggur fyrir það svona Harvard farsældarprófið sem er tiltölulega óumdeilt, mælir bara hamingju og heilsu og góð samskipti og fjárhagslegt sjálfstæði og annað svona hlutlæga þætti. Þá sáum við alveg greinilega að það að hafa sterka dómgreind, það er mjög náið tengt því að skora hátt í bara almennri farsæld og hamingju í lífinu. Eina undantekningin er svo að eini farsældarþátturinn sem að virðist ekki eflast með því að vera góður í dómgreind, það er fjármálavitið. Það virðist ekki hafa áhrif á fjármálavitið, en það hefur áhrif á allt annað. Og svo skoðum við þessa samfélags... Þú getur verið vitur en raunverulega rati í fjármálum á saman tíma. Já, þetta virðist vera annar hæfileiki. Það er að segja hæfileikin að taka skynsamlegar ákvarðanir í svona erfiðum persónlegum eða pólitískum vandamálum eða dæmin sem við tókum bara þú hjúkrunarkona og skurðlæknirinn er alltaf með vínlykt. Hvað átt að gera? Menn þetta er vinur þinn og kollegi og átt að fara og bara tilkynna þetta strax eða átt að tala við hann fyrst og við hefðum ekkert áhuga á því hvort að viðkomandi sagði já eða nei, heldur við bara áhuga lýstu fyrir okkur nákvæmlega ferlinu sem ferði í gegnum þegar þetta veltir sig fyrir. Og þeir sem að skorðu hæst í þessu, það er að segja í dómgreind, virtust gera þetta á svona skynsamlegan og yfirvegaðan hátt. Þeir voru þeir sem að voru að skora lægst í sjálfhverfu, sadisma, siðblindu og makiavellianisma, þessum 4 dökku persónueinkennum, þannig að sem eru einkennandi á Facebook. Það kemur ekkert á óvart það sem við erum að sjá á Facebook einmitt að fólki með þessi einkenni er fólki sem er langt dómharðast og dónalegast og kannski síst fært að taka þátt í skynsamlegum samræðum. Það var að vísu niðurstaða sem að koma okkur á óvart og að flestar svona tilgáttur okkar rættust. Niðurstaða sem kom okkur samt á óvart og það verður gaman bara að heyra frá þér hvaða tilgáttur þú hefur þetta en við áttum frekar vona á því að við spurðum líka pólitíska afstöðu og hvort að fólk raðaði sér til hægri eða vinstri eða í miðjunni á þessum 2 ásum, félagslegt frelsi og efnahagslegt frelsi og við áttum frekar vona á því að fólki sem væri svona í miðjunni væri svona hófsamt, myndi skora hærra í dómgreind, en þvert á móti að komi ljósa þeir sem eru með hæstu heildareinkunnin í dómgreind eru þeir sem eru kannski lengst í vinstri eða lengst í hægri í pólitík. Ekki miðjufólki. Þú veist það er til hugtak sem heitir öfgamiðjan sem hefur orðið til vegna þess að það er eitthvað hugmynda þurrð þar á miðjunni, þar sem að fólk er meira og minna að gera, þar sem að telur að vera fyrirfram búið að viðurkenna sem rétta niðurstöðu og þar er ekki mjög mikil deigla hugmyndina sem á sér stað, þannig að sjálfum sér kemur þetta ekkert svona stórkostlega óvart, ég detti ekki úr stólnum. Nei, það er gott að heyra. Nei, annar náttúrulega möguleiki bara að sá að þegar fólk er spurt, merktu þið inn á einhvern ás, til vinstri eða hægri eða í miðjunni, að þeir sem að merkja sig í miðjunni gætu þetta verið fólk sem er bara miðjufólk í pólitík og hefur tekið markvissa ákvörðun, það gæti líka bara verið fólk sem hefur ekkert hugsað málið. Þú kannast við það sem að djöfullin, ef að djöfullin kæmi þá myndi að fara í guðfræði, þannig að sadistinn siðlausi, hann merkir sér náttúrulega hjá ykkur í miðjunni, hann vil bara fuldu höfði. Einmitt. Það gæti verið skýringin og svo skoðum við líka starfstéttir og þær virðast vera mjög ólíkar í sambandi við dómgreind og við greindum 10 ólíka þætti dómgreindar svona sem að það myndar svona netkerfi. Ég meina það er ekkit, við komumst að því að það er ekkit ein leið sem allir fara. Ég meina þú stendur frammi fyrir vandamáli stóru eða litlu, bara eins og ég nefndi áðan eða besta vinkona þín kaupir kjól og spyrir því hvernig þið finnst hann og þið finnst hann vera ógeðslega ljótur og þetta er viðkvæm kona og hvað átt að segja, þú vilt vera heiðarlegur og góðviljað. Við tókum bara svona dæmi og við komumst að því að fólk fer mjög ólíkar leiðir að því að komast að einhverju ákvörðun hvað það á að gera en
þetta mynda svona ákveðin netkerfi, þetta ekki eins og fólk hélt áður, vegna þess að þetta fyrsta stóra rannsóknin á dómgreind í heiminum sem nokkuð tíma hefur verið gerð, sem dálítið merkilegt. Eins og fólk hélt áður, þetta væri alltaf bara svona skref sem allir að fara í gegnum í sömu röð, en það virðist vera að fólk sem skorar hátt í dómgreind að það byrju ofta á ólíkum endum. Og líka mjög fer eftir starfstéttum, að við sáum gríðarlega mun til dæmis á læknum og kennurum varðandi dómgreind. Þannig að læknandi til dæmis voru mjög góður í einum þætti dómgreinda sem að greina vandamál. En það kannski kemur ekki á óvart, meðan þeir eru að greina sjúkdóma alla dagar, eða ekki. Þeir eru ekki eins góður í að leysa vandamál eða yfirvega kosti. Kennararnir eru frábærir í tilfinningastjórn, að vera ekki of æstir þegar þeir taka ákvörðun. Og það náttúrulega kannski líka eðlilegt, menn það kæmist engin kennari í gegnum einn dag í skólastofunni án þess að hafa tilfinningastjórn. Þannig að þetta svona styður kannski rannsókn okkar að hún virðist koma heim og saman við svona hversdagslegar hugmyndur hvar styrkleikar tiltekinna starfstétta kunna að liggja. Ég man eftir einni rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum fyrir svona 20-30 árum, eða kannski jafnvel lengra. Og þá var verið að kanna hvernig fólki hafi farnast á hlutabréfamarkaði, þar sem að Bandaríkjamenn eru miklu meira sjálfur að taka ákvarðanir. Bæði getur farið inn í einhverja sjóði en líka verið sjálfur að reyna að braska eitthvað. Og þá kom í ljós að það voru svona kallastéttir sem að menn gangast upp í sérfræðiþekkingu sinna, einmitt læknar og verkfræðingar sem að stóðu sér langverst, því að þar truflaði það raunverulega færni þeirra á því sviði sem er eitthvað viðurkenningu, að þeir töldu sig að hafa vit á öllu og að því varst að tala gamla fermingaveislur, að þú eru örugglega hitt svoleiðis menn í fermingaveislur sem að eru standa sig vel í sínu starfinu og hafa einhvern veginn öðlast vit á öllu við það. Akkurat. En það samt eitt í þessu, þetta nú mjög flókið viðfangsefni og ýmis konar svona blaðbreiði sem að koma í ljós sem að fer að skoða gögnin vandlega og til dæmis á þessum 4 þekktu neikvæðu eða myrku persónueinkennum sem að allavega mér finnst margir sem tröll á Facebook hafa að eins og ég sagði áðan að þau hafa neikvæða fylgni við dómgreind sem kemur ekki á óvart en það er samt sjálfhverfa virðist samt sem áður koma fram hjá sumu fólki sem er með sterka dómgreind. Það býsna sjálfhvert og það gæti verið vegna þess að sumt fólk náttúrulega bara því mjög andum að taka réttar ákvarðanir. Það er fólk sem að vill ekki að sé kusk á hvítfilibanum og hugsa mikið sjálft sig kannski, hefur svona kannski ákveðna paranoíu á því að gera mistök sko. Þannig að það fólk var stundum að skora býsna hátt. Það kom okkur svolítið óvart í dómgreind. Svona kannski brottborgarar sem er að reyna að gera allt rétt en kannski... Já, akkurat. Vilja taka réttar ákvarðanir en kannski eru uppteknir að því bara að gera eitthvað sem að setur ekki kusk á þeirra eigin hvítflipa frekar heldur en eitthvað sem að bætir í heiminn. Mér langar að bæta við einu, þannig að þetta sé nú ekki of einfældingslegt að ég vil ekki bara segja sem sagt að skortur á dómgreind orsaki það að fólk þessi dökku einkenni eða þessi dökku einkenni orsaki dómgreind, þegar við sjáum náttúrulega bara, við erum bara að skoða fylgni. Þannig að við vitum ekki hver er orsökin. Er orsökin fyrir tröllunum á Facebook svo að þetta er fólk sem sagt bara í uppvextinum einhvern veginn tilinkaði sér þessi persónueinkenni og þau grafa svo undan dómgreindinni eða er það skortur á dómgreindinni sem að veldur því að fólkið þróast í þessa átt og svo getur alltaf verið einhver þriðja breyta sem við vitum ekki hver er sem að skapa bæði sem sagt þessi myrku persónueinkenni og líka skortin á dómgreind. Þannig að þetta er gallinn við svona sálfræðirannsóknir að það sýna bara fylgni eða samband á milli einhverja tveggja hluta en ekki hvort að A orsakar B eða B orsakar A. Má ég spyrja þig þá svona sambandi við fylgni að því að þú varst að tala postmodernísku veggnina og nefndi líka Marx á undan og því þú ert náttúrulega heimspekingur og leggur mikla áherslu á áhrif heimspekinnar á hugmyndaheim okkar, nefni Nietzsche og fleira og ég náttúrulega hef alltaf korpavitt á Nietzsche en ég hef alltaf upplifað að hann hafi bara verið svo læs á eitthvað sem hékk í loftinu sem hann noti nú bara fræga setningu að Guð væri dauður. Hann bara greindi það og orðaði það en Guð dó ekki af því hann sagði þetta. Og sama má kannski segja frönsku heimspekingana sem hafðu mikil áhrif á postmodernismann á sínum tíma svona fyrir 1970 og kannski það leyti.
þetta voru náttúrulega menn sem að voru að greina eitthvað sem að lá bara einfalli í loftinu, að gamla hírakían, þar sem að sko miðaldraríki hvíti kallinn var í upphafi og Vesturlönd voru þar og í nýlendu heimsmyndin og allt það, hún var raunverulega hrunin og þeir voru að reyna að búa til einhverja heimsmynd sem að passaði breyttum heimi en voru þarlegandi ekki gerendur í þeirri þróun sem að var. Mitt og það merkilega í hugmyndasögun, það tekur upp mjög langan tíma fyrir hugmyndir að einhvern veginn að gerjast og síjast út í samfélagið og einmitt dæmi sem ég tók í upphafi með Hume mjög gott það voru lengi tveir menn á 19. öldinni sem að skildu Hume og skildu ályktanirnar sem að draga bara af Hume, annars var að vera Dostojevski mann náttúrulega skrifaði sífellt það ef Guð væri ekki til þá væri allt leyfilegt og svo náttúrulega Nietzsche eins og þú segir, þeir skynjuðu hvert aldarandinn var að fara og voru á undan sinni samtíð. Já, eru rosalega mikilvægir menn því það virðir stundum vera þannig þegar við erum í upphafi einhverja aldaskila að þá það kannski örfáir, kannski bara örfáir sem að við eigum minjar hugsun frá, en þá eins og menn sjáu svo vel sko hvað að fæðast, þeir verða svo skarp sýnir á það hvað að fæðast og ég held að Marx alveg klárlega einn af þessum mönnum sem að einhvern veginn les kapitalismann á hans mótunar árum. Já, og marxismin náttúrulega, ég ber alltaf mjög mikla myrðingu fyrir marxismanna vegna þess að svona kerfisbundin heimspekingar eins og ég, en við berum mikla virðingu fyrir marxismanna því hann svo óbúðslega sjálfum sér samkvæm og skipulegt hugmyndakerfi og með svör við öllum spurningum, það sama hverju þú veldur upp, að það alltaf svar í marxismannum, það getur vel verið að svörin séu meira meina röng, en þau alltaf sjálfum sér samkvæm og áhugaverð. En að því að þú nefndir marxíska verkni og svo postmóderníska verkni og við getum tínt til heimspekingina sem búa bak við það, en þú endar í sjálfsmyndarverkni sem kannski tilheyrir okkar tíma, þar sem að miðjarnar eru svo splundraðar að það eiginlega ekki hægt að benda á neina sérstaklega hugmyndasmiði eða þá sem að greina þetta heldur þetta eins og það sé þetta bara sprettur upp úr einhverju djúpi Já, ég held að þetta sé einhvers konar tilraun hjá fólki sem að náttúrulega elst upp í svona líberalísku samfélagi en telur sig samt vera vinstri sinna í einhverjum skilningi allavega í efnahagsmálum að reyna að sameina þetta tvennt, þessa einstaklingshyggju sem bara hlut af okkar vestrænu líberalísku menningu að sameina það við einhvers konar svona vinstri pólitík í efnahagsmálum allavega en þetta eins og ég sagði áðan, þetta svolítið eitruð blanda og ég bara skil ekki alveg hvernig þetta kemur til með að ganga upp en við náttúrulega erum að ganga í gegnum þetta núna og hann má segja að þetta hafið þegar andof gegn þessari verkni meira að segja á vinstri vængum líka þannig að ég held að séu margir sem átta sig á því að þetta mjög göróttur drykkur. Já, og svo það erfitt kannski Vók hafði meiri áhrif í Bretlandi heldur en á Íslandi og meiri áhrif í Bandaríkjunum heldur en í Bretlandi þannig að sömuleyti þá verðum við líka að hafa það í huga þegar við erum að ræða þetta hversu alvarlega gekk Vókið hér á Íslandi. Ég held að það sé ekkert í líkingu við það sem að átti sér stað víða í Bandaríkjunum. Nei, og náttúrulega í Bretlandi þá tengdist þessi verkni mjög mikið andófi gegn sem sagt Brexit og svona og þannig að það flakti máli líka og Brexit var þetta mjög gott dæmi þá sem ég nefndi áðan hvernig verkni og fleiri máli eru að riðla þessum tveimur ásum algjörlega að meina þegar maður les fréttir þegar maður les písla á Íslandi þá talar fólk á Íslandi Brexit sem sigur breska íhaldsflokksins og þetta hafi verið íhaldsmenn sem unnu Brexit. Ef við skoðum hverjir unnu Brexit, þeir sem unnu Brexit voru félagslega íhaldsama fólkið í verkamannaflokknum. Það var Rauði múrinn sem vann Brexit. Það var ekki Boris Johnson. Boris Johnson kastaði bara teningi nokkrum dögum áður en að tóka ákvörðunum. Hann hafði enga skoðun á málinu. Hann bara valdi þann kost sem hann taldi að myndi skapa sér meiri frægð og frama. Þannig að Brexit var sem sagt andvekni hugmyndafræði sem var studd bæði af fólki af vinstri kantinum, gamla vinstri kantinum og hægri kantinum. Þannig
þetta orðin rosalega flókin hrærigrautur eða frumskógur. Og kannski hópurinn sem að færði þetta til voru lágstétt og verkalýðsstétt úr norðrinu, þar sem eru svona riðbelti í Bretlandi, þar sem að fólk hefur orðið fyrir hvað mestum vonbrigðum með samfélagsþróunina. Og gamla frjálslynda neokon fólkið í íhaldsflokknum, það greiddi allt atkvæði gegn Brexit. Það má ekki gleyma því. Og þetta fólk á algjörum berangri núna í Bretlandi. Íhaldsflokkurinn orðin 16% flokkur í samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum og hann náttúrulega verið að rífa í hann bæði frá vinstri og hægri, Reform og náttúrulega og svo frjálsir demokratar, alveg eins og Miðflokkurinn og Samfylkingin eða Viðreisn að rífa Sjálfstæðisflokkinn í sig. Þannig að þetta er, já eins og ég segi, þessi breiðfylking til vinstri og hægri sem var mjög áberandi alla 20. öldina allavega í Bretlandi og Íslandi reyndar á hægri kantinum en ekki á vinstri kantinum af mínum ástæðum, hún bara riðlast og það þarf eiginlega nýja ása, þannig að við þurfum að biðja Ólafa Páll Harðarson og kompani að bæta við nokkrum ásum til þess að flækja myndina en frekar ef við ætlum að skilgreina hvar fólk stendur í pólitík. Það er ekkert svo einfalt. Það er bara erfitt fyrir Ólaf og hans fólk af því að þau eiga svo mikla samfellu í sögunni í þessum kosningarannsóknum að nú er erfitt að fara að bæta við nýjum ás og þá missur sögulegu sýnina sem að hinir ásarnir gefa þér. Það nú bara kannski geta þessar ásar líka miklu betra á Íslandi ennþá heldur en það myndu til skilda í Bretlandi vegna þess að eins og segir að þessi vekni og þessi innflytjanda andúð og fleira sem að náttúrulega veður upp í pólitískri umræðu í Bretlandi og líka í Bandaríkjunum hún náttúrulega til á Íslandi og maður sér nú á samfélagsmiðlum en hún kannski ræður ekki kosningahegðun ennþá eins mikið á Íslandi eins og hún gerir annars staðar. Og á ekki rætur í svona efnahagslegu umhverfi eins og á við riðbeltin í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Frakklandi eða Austur-Þýskaland þar sem eru þessi svæði þar sem eru bara fjöldin með inngróin vonbrigði þróun samfélagsins sem að þótt að kvótakerfi hafi þurrkað upp byggðarlög að þá er það ekki þannig að það búi ennþá 500 manns á Þingeyri sem að hafi ekki fengið að taka þátt í þróun samfélagsins. Nei, akkurat. Herðu Kristján, frábært að tala við þig. Við bara tökum upp samtalið aftur. Það kemur listi sem að mér langar að ræða við þig frekar. Ég fæði slá á þráðin til þér aftur og svo er náttúrulega velkomin hingað við Rauðaborðið og allt leið til Reykjavíkur. Þakkaði fyrir, ég þykk það. Herðu, kæra þakkir. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, það er margt framundan, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn, næsti kapli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið sæl og verið velkomin í Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góðu gestur Hildur Margrétardóttir sem er myndlistakona, kennari og fyrrum skólastjóri og býður upp á mjög spennandi svona útinám og hefur rannsakað eiginlega gildi útináms, er það ekki? Má ekki segja það svona, útiveru útináms? Jú, það er í rauninni rannsakað svolítið hvaða áhrif það hefur á börn og ungmenni þegar þeim er gefið tækifæri til þess að læra úti. Að því að það er svo mikið byggt upp á þessi bóklega, þessi einhliða námsaðferð og vantar svolítið upp á upplifun og námið og með því að beita út í námið þá er þetta samtfinnað og þá gengur miklu betur fyrir barnið að tilengja sér lærdóminn. Ok, en áður nú kannski segir mér aðeins betur frá í hverju það felst eða svona hver er spekina baki, að því þú ert nú með síðu sem heitir Náttúruspeki, þar sem ég sá þessar auglýstar, þessar ferðir. En má ég bara spyrja þig svona kannski á forvitni, hvernig kom til að þú fórst, að því þú ert skólast, ert með reynslu í kennslu, hvernig kom til að þú ákvaðst að þróa þessar eða rannsaka þessar leiðir? Kom það til af því að þú sást að skólakerfi var ekki nógu gott eða? Nei, í rauninni er það, ég sem sagt er í grunninn myndlistakona og ákvaði eftir 15 ára hark að nú komið ég þyrfti að afla tekna
og þá var búið að opna hérna í listaháskólanum, listkennsludeildina og ég sótt og hérna eftir 1 ár þá var ég komið með kennararéttindi og réði mig í Valdórsskóla sem í Reykjavík, Sólstafir og í Valdór-kennslufræðinni þá mikil áhersla lögð á reynslumiðanám og upplifunarnám og útinám og hérna nemendur fara alltaf í vettvangsferðir og það bara fast einu sinni í viku, bara allir dagurinn undirlagður í vettvangsferð og ég kendi þar ég var með sama bekkin í 8 ár og við fórum alltaf einu sinni í viku og ég tók bara eftir hvað það var bara allt öðruvísi að kenna þeim úti heldur en inn í skólastofu og það var bara á allan máta félagslega, andlega, þau fengu líkamlega hreyfingu, þau voru afslöppuð, krakkarnir sem áttu erfitt inn í skólastofunni, þau blómstruðu þegar komast út, það voru engin veggir, þú þurftir ekkert annað en bara að vera. Og þarna sá ég einmitt, já, þetta leiðin. Ok, og sumir kannski myndi hafa ágjör af einhverju námsmati eða samræmdu hvað árangri, þú veist, hérna sumir kannski, maður getur sér fyrir sér bara svona stjórnlausur hóp í slittu einhver staðar, það sem kannski ekki mikil það sem getur ekki miðla miklu, en það er ekki raunin. Nei, þá notar þú tíman til þess að leggja inn hugtök og gera þau lifandi eins og hvað slitta, hvað munurinn á slittu og snjókomu, hvað gerist þegar maður er blautur, maður verður kaldur og hvað gerist þegar maður er kaldur þá byrjar maður að skjálfa og svo getum við fara að tala um varma og annað, þetta getur við byrja að leggja inn alveg bara í 6 ára bekk og síðan þegar þau koma síðan upp á unglingastigi og þurfa að fara að læra eðlisfræði til dæmis að þá eru þau með, þau þekkja þá eigin skinni hvað varmi hvað ofkæling það ekki nóg að læra það, þú þarft að upplifa það og þá gerir í rauninni hugtökin lifandi og það svo oft sem að við erum með í kerfinu, í menntakerfinu og líka bara í lífinu, við erum að lesa okkur til gagns en það ekki merkingabört, það í rauninni dauð hugtök, við getum alveg tala hvaða hugtök sem og það ekki fyrir þú hefur upplifað þau sem þú veist, ok, við erum að tala um hamingju, við erum að tala um þrautsegju ég veit hvað það að því ég hef þurft að leggja það á mig að labba í blautum skóm í 20 mínútur og það var rosalega vont þannig ég hafði það af. Þannig að kennarinn þarna svona hlutverki ég veit ekki, svona ömmunar í skóla lífsins eða þessi svona sem að tengir já, þetta einhvers konar Íslendingar náttúrulega bara sem kannski mentuðust ekki mikið, alþýðu fólk var samt hámentað oft ef það var einhver sem gat einmitt tengt reynsluna eða rætt það eða svoleiðis. Já, einmitt. Og svo bara við þessi áherslu á skólastofuna og allt inn allir lokaðir inn í skólastofu bara stóran hluta lífsins. Nákvæmlega og þetta börn og það svolítið, ég upplifa svolítið sorglegt og þegar maður labba framhjá ég man eftir ég labba eitthvað tíma fram hjá kvennaskólanum og horfði inn og þar sátu og það eru þá ungmenni, það eru ekki börn en ég vissi að við voru búin að sitja þarna síðan voru 6 ára í röðum sitjandi og horfandi á töfluna vinnandi verkefni sín og lífið ekki svona og við erum að undirbúa þau undir lífið, það ekki bara það að sitja og vera stiltur og hlusta og leysa verkefni, það ekki þannig þetta blandast allt saman og það ekki nóg bara að fara einmitt út svona hugmyndinu frímínútur eða svona skólaferðalag eða svona þetta svona sem af og til eða eftir skóla þvælast garða sem kannski minna af einmitt því að krakkar eru skjánum eftir skóla jafnvel í þessu ferkantur líka en þannig að það heldur kannski ekki nóg frímínúturnar því þetta annað, þannig einhver leiðbeinandi með sko. Já og líka það sem mikilvægt að þetta sé gert með reglubundum hætti, það þýðir ekki að fara út bara í maí að því að þá þarf það að tikka í bóksið þau eiga að fá lífsleikni á staðnum og þá bara drífa sig allir út af því að það allt í einu komið 15 stiga hiti þú veist, og þá ertu búin að tikka í bóksið útinám og það oft þannig og það kannski það sem að kennarar svolítið svona þeir veigra sig við að fara út, það vegna þess að það bara fríka allir út, þú veist, þetta bara eins og beljar og vorum bara, yes, ég er komin út og ég ætla ekki að hlusta neinn, ég ætla bara að laupa og
svo bara, ég þóra að lofa sko, ef þú er búin að gera þetta 3 svar í 3. skiptið, þá færðu kannski eitthvað út úr því. Fyrstu 2 skiptin þetta bara algjört kaos, en það verður að vera. Þau síðan tilenga sér það sem kennarinn ætlast til og í 5. og 7. skipti þá þarf ekki annað en að segja nú ég að skrá í dagbækurnar, nú ég að teikna það sem fyrir augum ber, nú ég að koma orða á þær, þú veist, þegar að lýsa, ég meina íslensku kennsla frábær til þess að kenna úti og bara í rauninni allt nám, en þetta þetta svolítið komið undir kennaranum, hann þarf líka að vera viljugur og hann þarf líka að hafa reynslu. Að setja í hendur á kennaranum, hann eigi að fara út og kenna þeim úti án þess að hann hafi fengið reynslu í því og sé öruggur, það gengur ekki heldur upp, að því börnum finna þetta ef að kennarinn veit ekkert hvað hann er að gera eða er óöggur þá þetta missur þau, en það tekur tíma, maður þarf alltaf að hafa það í huga að það tekur nokkur skipti þegar þú ert að breyta kennsluaðferð eða kennsluvettfang. Ég tók viðtal hérna við Sólrúnu sem að var að opna nýjan VF einmitt og koma kannski móts við kennara í almenna skólakerfinu, ekki sem er eins og Waldorf eða svoleiðis og bara þar sér maður einmitt þar samþættast kannski greinarnar, en líka bara var hún að kenna fólki að klæða sig, að krökkum að klæða sig. Já, ég var að lesa þetta. Ég var einmitt að fylgjast með hvað þau voru að gera í leikskensludeildinni. Já, nei, og talandi mig aftur, þegar ég var í diplómanáminu og þá voru leikarar, þá voru arkitektar, þá voru dansarar, þá voru við myndlistamenninir og annað, og við hugsaum alveg, ef að þú sem kennari sem hefur aldrei skapað myndverk eða aldrei, þú veist, dansað eða spila á píanó eitthvað, hvernig átt að geta kennt eitthvað skapandi? Þú verður fyrst að geta og farið í gegnum skapandi ferli til þess að geta kenta. Þú getur reynt að lesa þetta gags og fara eftir ykkur, en þú verður að gera þetta fyrst og með reynslunu læriru og það sama með börnin. Við getum lært alveg, þú veist, ég lærði lagstælu. Ég veit ekki ennþá hvar hún átti sér stað á landinu. Ég hef ekki hugmyndu það. Ég hef ekki hugmynd. En ég fór með Mimbek að borga í Grímsnesi að því við vorum að læra Egilssögu. Og þau vita alveg hvar hann, Skarphéðin eða svona Skallagrímur, ég manna ekki, hann var grafinn þarna. Skilur þau, og svo lágu þau á gröfinni eða, þú veist, þeim fannst það æðislegt. En þarna situr eftir minningin og þau tengja þetta við bókverkið. Þú verður að hafa einhverja tengingu til þess að bara það setjist í líkamann, sko. Bókverkið, sko. Þá er ég að tala um Egilssögu. Já, það bókverk, eða þau gera líka bókverkstundum. Já, þau geta gert það, en svona eins og, ég meina, ég bý í Mosó og það er verið að kenna um Halldór Laxness, ég meina, skiptir þetta rosalega miklu að geta tengt frásagnirna við staðinn. Og blandast þá sko líka, þegar þú ferð út, ertu þá, sko, þú ert með bókmenntir og íslensku, en er það þá í leiðinni, sko, náttúrufræði, eða er í hverri vettvangsferð bara svona ýmis fög sem að tengjast eða svo leiðis? Ég var að klára meistararitgerðina mín og þá er ég með kennsluáætlun þar aftast sem er svona 4 vikna prósess. Og þetta er í rauninu svona svolítið eins og þú byggir, þú setur upp stillansa, þú byrja bara í smá skrefum, svo byggjur alltaf á. Þannig fyrst þá erum við bara á staðnum, segjum bara hlégarði eitthvað svoleiðis, þau fara yfir svona hvernig við skráum í dagbækur, þú veist, veðurfar, hvað er hitastigið, hver er áttin, hvað er skýjafari, þú veist, allt þetta, en það er gert aftur og aftur og aftur og aftur. Síðan er þá til dæmis innlögn með að lesa úr innansveita króniku eða einhverja sögu sem að gerist í Mosesbæ og svo er svona farið að vinna með það og allra máta. Svo farið svona styttri göngur, kannski farið upp á Helgafell og kíkt inn í dalinn. Já, þarna var þetta og þetta. Svo er farið aftur tilbaka. Síðan er farið að hugsa að fara í göngu og þá þurfum að æfa okkur hvernig getum við haldið okkur úti í 4 sólarhringa. Jú, við þurfum að tjalda og hvað þurfum við til, æfa okkur að tjalda, æfa okkur að sofa 1 nótt,
pakka saman og allt þetta og svo í 3. viku að fara í 4 daga vettvangsferð þar sem bara gengið og svo gist og svo leyst verkefni á leiðinni en alltaf gefið svigrúm fyrir svona frjálsan leik og sjálfsuppgötvun og þetta óendalegt sem hægt að gera. Það málið. En þetta er að því að við erum með skólakerfi sem svona eins og það sem svona viðmiðna stundaskrá nú þurfum við að fara í sund þú veist að þá ekki þetta svigrúm fyrir kennara ég þarf 4 tíma til þess að kenna þetta. Já, en þyrfti mikið að breyta svona í almenni námskrá og þú veist til þess að svona búa til þetta svigrúm heldur það að væri hægt að koma þessu inn í? Aðalnámskrá mjög sveigjanleg. Þú getur alveg, þú mátt gera bara að þú getur rökstutt hvernig þú gerir það og segir við skólastjóra, ég ætla að vera hérna í viku og við ætlum að ganga Laugaveginn og ég ætla að fara í þetta fag og og skólastjórinn segir bara frábært, aðeinslegt, þá það alveg hægt en við erum svo föst og þetta auðvitað bara svona samantengt. Við erum svo föst við það sem við þekkjum og það þessar stundarskrár, það 40 mínútur, það 30 mínútur síðan kemur næsti kennarinn, tekur við hópnum og svo kolli og það stýrir okkur rosalega mikið en þú veist, það þarf bara einhver að brjóta þetta og svo bara að sýna árangur og árangurinn hann auðvitað oft bara, það ánægja það betri athygli þau efla þrautsegju félagslega tengst eflast líka við útiveru þú veist, þú situr alltaf með saman bekkjarsystkinin í þínu þarna þau að blandast þannig það rosalega margir möguleikar og þeir eru allir sem hæfnum við með í aðalnámskrá líka hvað sem það þá undir lífsleikni, jafnrétti lýðræði og mannréttindi eða velíðan og heilsa. Þannig að þeir þættir alveg eflast en hvað með svona venjulega námshæfni einhverja svona eru krakkar sem eru í svona skólum þar sem svona dagskrá eins og Valdorfskólanum eru þeir ekki að standa sig líka vel í framhaldsskólum? Jú, sko það þannig að það ekki það farið svona hægar inn í námi þannig að þau eru svolítið í bara svona reynslumiðu námi fyrstu 4 árin, mjög mikið listrænt, mikið verklegt og það talað að eins og með lestur að þá sko kurvan hjá nú erfitt að lýsa kurvu en ef við horfum bara á skálínu sem fer frá 0 og upp í 90, segjum það bara að þá hún bara jafnhalla frá 1. upp í 10. bekk í almenna kerfinu ef að má svo segja og síðan með þessum hætti að þú byrjar hægt þá hún hægar upp en svo verður veldisvöxtur þannig í 5. bekk, 7. bekk þá byrjar svona veldisvöxtur og svo þau búin að ná þeim í 10. bekk þau bara algjörlega en þau hafa farið hægar inn þau eru orkumeiri, þau hafa meiri áhuga og þau eru meiri með ásetning hvað þau ætla sér að því það ekki svo búið að skilur, það ekki verið að hamra á nei, þú passar ekki inn í kurvuna nei, við þurfum að gera þetta og þetta og sem kvíðavaldandi bæði fyrir barnið og foreldra þannig að þetta þetta margslungið sko. Þú ert búin að vera að stúdera það ekki áhrif eða svona hjálpræði eða hvað áhrif svona námsleiðar á líðan hvað það, unglingsdrengi eða hvað var? Já, ég skoðaði aðeins bara umræðan líka þar sem maður hefur séð sem kennari að það oft það óþolinmóði, það svona kergja stundum og það auðvelt að leysa með því að bara vera sveigjanlegur og og leiður komin út og þú ert ekki með fókus á svona bóklega drifin nám sem að þeir sjá oft ekki tilgangi að þá hægt að efla þennan innri hvata sem gerir það verkum að þegar þeir koma aftur að það bara ég ætla að gera, þetta var verkefnið og
En er þetta almennt drengi sem þú ert að tala eða ert að tala einhver drengi sem eiga við eitthvað sérstakann vanda að stríða? Sko þetta ég veit, maður kannski ekki vera flokkaði og mikið, það eru sumi drengir og stúlkur sem eiga við bara vanda með það sem að vera að bjóða þeim í skólakerfinu. Það getur verið dyslexía, það getur verið athyglisbrestur, það getur verið kvíði, en síðan ertu með einstaklinga og það meiri hlutin strákar að mér skilst í þessum rannsóknum sem ég hef skoðað sem að hreyfa sig meira í hærri styrkleika heldur en stúlkur og þeir eru í meiri svona eftirskóla hreyfingu, þeir eru meiri út að leika sér, þá þurfa þeir að eiga vini, það víst alveg þannig, þeir fara ekki mikið einir út en þeir fara út með vinum og þeir sækjast meiri í hærri styrkleika hreyfingu og maður sér þetta bara oft, stundum bara nóg að segja, ég sé það úr það komið pyrringur, vilt ekki bara fara út í 3 mínútur og koma svo aftur og það oft dugar sko. Þannig að það er bara mikil hreyfi þörf sko, á hvað ástöðum það er. Þú veist, ég hugsa oft mig sem fullorðin einstakling, myndi ég láta bjóða mér að ég þurfa að sita í 40 mínútur. Sem fullorðin einstaklingur takmarka hvað þú læti bjóða þér, en bara læti bjóða sér það að því ég sagt að gera. Þú átt að sitja, þú átt að hlusta, ef það er einhver óróleiki, þá bara ert að trufla og ég meina sem betur fyrir komið skilningur og það í almenna kerfinu alveg eins og annars staðar, við skiljum alveg þetta, en það bara hvað svigrum gefa skólarnir okkar til þess að leyfa í staðin fyrir að fókusa nei, þá næra hann ekki að klára blaðsíðu 60 og við þurfum að klára þessa reiknisaðferð áður en að barnið fari að hreyfa sig sko. Og þá erum við farin að láta námi stýra líðan barnsins og ef að barnið líður ekki vel þá getum við ekki lært, frekar en við getum ekki setja og hlusta í 40 mínútur með athygli ef okkur líður ekki vel. Ég heyri alveg rödd hérna frá einhverjum hlustanda, ég veit ekki hvað hlustanda heyri í svona að segja, en hvað með sjálfstjórnina og sjálfsagan, ekki gott að læra það að klára þetta reiknistæmi áður en þú skellir þér út til að laupa Jú, en þú getur líka sko, það getur líka orðið til neikvæð upplifun af námi og það þú veist, ekki galið en það ekki gott, þú vilt ekki fara þangað að nemandi upplifir það sem neikvætt að þurfa, þú þarft að gera þetta og þá verður neikvæð upplifun nám verður að vera áhugadrifið eiginlega. Það bara grundvöllur og það fullt af krökkum og fullt af strákum líka sem eru áhugadrifin og geta bara, þeir elska að vera í skóla, elska að læra, en svo eru þeir sem eiga í einhverjum vanda með að hlusta, með að skilja, með að læra í gegnum lestur og þeirra upplifun verður oft neikvæð og þá minnkar þessi vilji til náms og það svolítið sem ég hef verið að skoða og vilja vinna með. En kerfið kannski núna svolítið þannig svona, þetta almenna kerfi og ég ætla nú ekki að segja nú maður að passa sig á alhæfingunum en þú veist það meira svona að krakkar fá einhvers konar greiningu eða fá einhver úrræði eða svona og hvað stuðning, sérstuðning og svoleiðis en eins og þú ert að hugsa þetta og þá eiginlega bara þá ekki bara verið að leyfa þeim sem eitthvað í einhverjum vandræðum að fara út oftar eða svoleiðis eða fara út úr hópnum heldur bara allt kerfið fyrir alla raunverulega eins og það verið að koma móts við nemendur eða svoleiðis eins og það sé eitthvað að þeim sko, eins og almenna skólakerfið það ekki? Þetta þetta bara fyrir alla. Já. Og en þetta rannsóknir sína þetta hefur jákvæð áhrif á líðan þeirra við það að komast út. Það hefur jákvæð áhrif á athyglisgetu þegar þau koma inn aftur. Það hefur jákvæð áhrif á félagsleg tengsl og börn sem eru í minni hlutahópum eins og tvítingbörn sem erlenda foreldra og annað sem að stundum einangrast eru kannski ekki í frístöndum eins og íslensku krakkarnir og annað þau hagnast mest á því að fá að vera úti með hópnum af því þá verður þessi blöndun sem á sér ekki stað inn í
í kennslustofunni. Þetta var svo erfið spurningum, ég meinti sko, þú ert raunverulega í þínum rannsóknum og þínir reynslu eða það sem þú trúir, það ekki það að þetta séu sérúrræði fyrir einmitt þessu einhverja drengi sem einhverjum ástæðum eru með hreyfiþörf eða ADHD eða lesblindu eða annað, heldur sé þetta bara raunverulega verða snúa svolítið kerfinu, skólakerfinu og þetta verði leiðin fyrir alla og þar með kannski muni kannski bara þessi vandræði að mestu vera úr sögunni eða hvað? Sko, ég veit ekki hvað gerist í framtíðinu en þetta er bara, þú veist, þurfum að hafa valmöguleika. Við verðum að, þú veist, við erum ekki öll eins. Barn sem að, þú veist, er orðið fluglæst 4 ára og síðan systkini þess sem að næri ekki tökum á lestri fyrir það orðin 18 ára, við getum ekki mætt þeim á sama stað, en við verðum að, þú veist, við verðum að opna þetta bókdrifna nám fyrir það að læra í gegnum skynjun eða hlustun eða reynslu vegna þess og eins og með lesblindu krakkana þau muna þau eru með miklu betri minni, langtíma minni á staðreindur og annað heldur barn sem að getur lesið svo mörg orð á mínútu mann kannski ekki hvaða las eða skilur ekki hvaða las en barn sem með lesblindu er búið að þjálfa upp aðra hæfni og það er að leggja á minnið og það mann. Þannig að þarna verða að koma móts við raunverulega svolítið svona hvernig báða hópana í raunina því að þú þarft líka að efla ýmsa hæfni í sem að ef að barn er sterkt sem bóklegt þá þarftu líka að efla félagslegu eða verklegu og oft man ekki hvort að var hann Ken Robinson sem sagði að það hefði verið mjög kostlegt að horfa á einhverja árshátíð háskólaprófessora þeir voru að dansa við disko og þetta var bara svona eins og styrbusar að færa hausinn þeir höfðu aldrei dansað til dæmi þú veist þetta er allt þetta að vera bara svona alhliðafær ekki einblína á eitthvað eitt en tengslum við bara náttúruna og þú ert að bjóða upp á núna svona vettvangsferðir eða svoleiðis þar sem að þú ert að það er tengslu náttúru, útináms, náttúrunáms skapandi náms við í rauninni við erum 4 sem að stofnum hóp sem að leggur áherslu á svona heildræna meðferð sín og það var í upphafi hugsað svolítið fyrir einmitt þessa krakka sem að eiga við einhvers konar örðuleika að stríða, kannski andfélagslega hegðun eða kvíða eða einangrun að fara með þau út og í gegnum náttúruupplifun og sögumennsku líka með sagnahefðina að þá að valdefla þau og auka félagslega hæfnið þeirra til tengslamyndunar í gegnum þessa göngur og við vorum með eina skráða í gær og svo erum við með Esjuna og Esjan var í gær, svo er Agrafjallið, Helgafjallið í Hafnarfirði og svo loka gangan er á Vörðurskeggja í Hengilsvæðinu. Það verður svona lengri ganga. Er þetta fyrir börn eða mega líka kannski kennar að koma sér langar til þess að kynna sér þessa aðferði eða? Þarna er þetta fyrir ungmenni. Því miður. Því miður, það mátti ekki koma. Nei. En kennarar sem að kannski einhver langar til að víkka út sitt svona, sína námsleiðir. Já, ég er með heimasíðu þarna sem heitir Náttúruspeki, við hefum þetta auðlýsinmynda þar inni og ég hef verið að bjóða upp á námskeið fyrir kennara sem er einmitt þetta hvernig þú getur í gegnum náttúruupplifun mætt hæfni viðmiðum sem að eru sett núna í aðalsnámskrá. Þau eru þau voru að koma núna bara 2025 og það er einmitt hjó ég eftir að eins og með útinám og útivist, það kemur valla fyrir. Það kemur einu sinni fyrir sem kennslu aðferð, útikensla og útivist er nefnd einu sinni í skólaíþróttum og þá er það til þess að hæfni viðmið er að nemendur þekki hvernig þeir eiga að klæða sig eftir veðri.
svo langt nær það í íslensku aðalnámskráni en eins og til dæmis í sænsku og norsku aðalnámskráni undir íþróttir og heilsu þar þetta 57 atriði og þar læra þau læra umgengni í náttúrunni, hvernig þau eiga að tjalda og dvelja úti og læra að njóta og upplifa náttúruna. Skátarnir hafa nú kannski séð þetta nám fyrir marga en þú ert að setja þetta inn í skólakerfi. Já, af því að það svo mikið sem kennarar þurfa að kenna og ef það ekki nefnt þá er ég ekki að hafa fyrir því. Þá er það aukatriði. Þannig að ef, þú veist, eins og almannaréttur ekki kendur. Almannaréttur eins og í Svíþjóð og Noregi þá kendur almannaréttur þannig að fólk veit hvar það má tjalda, hvað það má gera í hinu og þessu vistkerfum og annað þannig að þú þekkir lög og reglur útivist og getur bjargaðir og bjarga öðrum, þú læri kortalæsi, sjókort, landkort, skilur þetta er rosa spennandi fyrir krakka. Já, ég trúi því. Þá kemur þessi áhugi, sko. Og svo getur þau úr stáðan eldri farið að dýfka þig í þekkingu. En þú gerir það ekki ef þú færð aldrei að upplifa það á eigin skinni. Er mín trú. Þú ert svona frumkvöld líka svolítið sem að segja, á öðrum sviðum það ekki verandi að nýta náttúruna til oljugerðar eða sem sagt það ekki ilmgerðar? Við hjónin við maður minn er frændin á Sonju Bent sem er eina stofnundum Nordiganga og yfirhönnuðu þar. Hún fékk okkur með í rekstur fyrirtækisins fyrir mörgum árum síðan og við útbjuggum svona ilmkjarnaoljuverkstæði og við höfum verið að vinna eins og við samvinnum við Skógræktarfélag Reykjavíkur og við höfum aðeins verið tengt þeim í Vaglaskógi að þá höfum við verið að ná í mismunandi grenitegundir og eimað og það hefur verið útbúnar oljur út frá því en núna er þetta svolítið komið út í svona signature scent hönnun, þetta er mjög fínt að það hefur verið að hanna ilmi fyrir fyrirtæki eins og fyrir Hvammsvík, Kormák og Skjöld og annað þar sem að grunnurinn er íslenskar ilmkjarnaoljur og það er mikil fræði á bak við það og mjög merkilegt hvað í rauninni mikið náttúrulækningar í þessum grenitegundum sem hafa verið plantaðar síðustu 50-60 árin. Það var nú kannski gaman þá, já, þetta var hluti af náminu fyrir öll börn en ekki einmitt að þekkingin fari ekki bara til svona einhverju fyrirtæki eða svo leiðis. Nei, einmitt, akkurat. Ég meina af hverju ættir að hafa áhuga á þessu nema þú hafi upplifað sem krakki að vera út í skógi og það er líka eitt að við verðum að kenna nemendum sem að verða stjórnendur eftir 20 ár, hvort sem það er í stjórnmálum eða í fyrirtækjum að umgangast náttúruna, þekkja náttúruna, byrja virðingu fyrir henni og í rauninni þykja vænt hana. Þau munu taka ákvarðan hana og ef þau hafa aldrei farið í göngur eða aldrei upplifað fegurðina í náttúrunni og eiga svo að fara að taka ákvarðanir þá erum við komið með einstaklingar sem að taka ákvarðanir sem að eru ekki byggðar á reynslu eða þekkingu á viðfangsefninu. Og þekkingu á þá eins og lækningarmætti náttúrulega byrjunis í kannski ferðum eða eitthvað kemur fyrir að það sé hægt að það sé bara sjúkrakassi þarna kannski í kring. Nákvæmlega, það er nú bara þannig eins og þú sagði mér að þú hefðir eiginlega gripið til trjákvoðu þegar að þú metir þig. Já, það er bara fjallaþynnur, balsamþynnur, það eru svona blöðrur á trénu sem að maður stingur á ef maður sker sig, smyr því á sárið og það dregur úr bólgum, límir saman sárið og það er ekkert plástur. Hugsa, það var nú gott ef þetta kemist inn í almennt nám. Já, en þetta er kent eins og í Norður-Ameríku, þetta indjánarnir, þeir vissu þetta og þeir halda utan um þessa þekkingu. Ég meina við höfum verið að nota fjallaling og
kvönnina, vallhumall, rosalega góðu fyrir magaverk, það er fullt af þessu og ég meina öll lyf eru í grunninn komin úr náttúrunni, svo eru þau bara gerð inn í tilraunastofu, auðvitað átt að bara tína maríustakk og kvönn og drekka það á mótnana og það er ekkert eitthvað bólgueyðandi sko. Og þetta er skemmtilegu skóli sem ég vona að verði að veruleika. Já, takk. Hildur Margrétardóttir, kennari og náttúruspekingur og myndlistakona. Já. Og ilmgerðarkona. Já, alkemisti. Hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá nýjum námsleiðum út í náttúrunni. Og ég bendi hlustendum og áhorfendum þá á að kynna sér einmitt þessar námsleiðir. Við nefndum þarna vefinn náttúruspeki ekki .is. Jú. Svo þökkum við fyrir hérna í þessum litla skóla og förum í fríminútur. Ég heiti Oddný Eir og Pétur Fjellsteð var með mér að varpa þessu samtali yfir til ykkar. Hjartans þakkir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Sko völva, ert þú ekki eiginlega völva? Guðrún Viktoría Gottvedt og þú bjóst til þessi spil sem eru svona grundvölluð á norrænu góðsögnunum, er það ekki? Góðsögnunum, já. Og ertu núna að bjóða upp á rúnalestur einhvers konar? Ja, jag var att läsa runa för 50 år, så långa timmar. Och det var Johanna Hartadóttir här från Island. Det var att känna mig om runa. Ja. Og má ég biðja þig að hvernig virkar þetta svona? Ja, jag är med runa här och stein med runa och så nämma þrjá. Ja. En ég örfend skiptir máli hvora, já, kannski hérna bara. Ja. Svona. Já. Spennan eykst. Hinn fyrstri, það könn. Og könn, það þú má skoða hver þú farin. En þú ekki að skoða og sjá hver málið þá þú eins og kuklingur without a head. Höna ég svo haustlaus hæna? Ja, haustlaus hæna. Fyrirgef, ég dansk, tala ekki þarf að píla lite íslenskur. Så stopp og skoða. Jeg fara hingað og dann fara. Så sjást hver þú fara það. Ja. Hér úrs, en úrs orka. Du kan flere dan du synk. Ja. Du kan gera allt hvað þú vil. Og þú má treysta það. Þú má treysta það. Hér eikur, en eikur það hross. Og það þú að setja á hrossin og hvað segir þessi? Mjöl. Það þú hart. Það færst hrossin yngan. En ef þau ljós, þann hrossin farin. Já, þetta rauðtíðin, sko. Ef maður heldur þeim ég man ekki, ef maður heldur þeim fast og heldur fast í tauminn, þá stoppar hann, og ef maður sleppir algjörlega taumnum, þá hleypur hann ofrætt. Eins og með lífið þín, ef taumana þú hart, þann gengst engin og
niks, ég skil, maður mátulegt tak, svona, slaka á. In English, control. Ja. Så má balans, þessi tveim. Finna jafnvægi, svona harmoníu. Já. Á hestinum. Já. Harmoníu á hestinum. Harmoníu á hestinum, það var góð sagt, já. Så skoða hvert þú ferð og orkan, þú kann mjög meira þann þú tröstar og þessi við kontroll. Takk fyrir kæra Völva. Guðrún, það er flott að heita Guðrún. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þátt samstöðarinnar sem við reynum að halda hér úti annan hvert fimmtudag. Það hefur nú reyndar verið misbrestur á því að við séum í loftinu á fimmtudögum, stundu þurfum við að vera á miðvikudagskvöldum eða er dæmis hátíðardagur á fimmtudegi. En meiningin er að fjalla hugaríþróttir og mest er það Bridge alltaf á 2 vegna fresti og það er komin ágætis reynsla á þetta. Við sjáum það að áhorfendahópurinn er nokkuð stór og mikið þakklæti á meðal sérstaklega þeirra sem að spila keppnisbridge að staðaldri. Og í þessum þætti er okkur ekkert mannlegt óviðkomandi. Við erum stundum alls ekki að fjalla grjótharða keppni eða bridge á lands- eða heimsmælikvarða, heldur þvert á móti þessi skemmtilegu mót sem að almenningur tekur þátt í á þess að leggja allt í sölurnar, æfingarlega eða framistöðulega. En í dag ætlum við að fjalla árangur landsliðanna okkar, annars vegar í opnum flokki og hins vegar í kvennaflokki. Það er nýlokið Norðurlanda móti í Bridge sem framfór á Laugavatni. Og flestir bridsarar sem ég hitti eru hnípnir, við erum með böggum hildar, við erum leiðir yfir því að árangur á þessum móti bæði í kvennaflokki, en sérst einkum þó í opnaflokknum, hann var bara alls ekki nógu góður, svo ég lýsi minni persónulegu skoðun. Og ég held að flestir séu sammála það. Og ef okkur finnst að það þurfi að ræða þá hluti sem að betur mættu fara, þá er þessi Bridge-þáttur vettvangur fyrir það og án umræðu verða sennilega síður umbætur. En 2 góði gestir komnir til þess að aðstoða mig við að reyna að skilja hvað fór úrskeiðis á Laugavatni. Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands, velkomin. Takk. Og Guðmundur Snorrason, þú ert náttúrulega einn af okkar fremstu keppnisspilurum og þú hefur orðið Norðurlandameistari í Bridge. Þannig að þú getur komið hérna svona með þekkingu á því hvernig svona mót spilast og ég ætla að byrja á þér, Matthías. Þú heyrir mig segja það í eingangnum að mér hafi fundist þessi frammistaða sérstaklega í opnaflokknum að verða bara í næstneðsta sæti, aðeins Færeyingar fyrir neðan okkur. Algjörlega ósættanleg og þess er skemmst að minnast að bara fyrir mótið þá var maður bara að spjalla við hérna fólk í forystu Bridge-hreyfingarinnar sem að voru að vonast til þess að við myndum vinna þetta mót hreinlega. Já, hvað klikkaði? Sko, það er alveg rétt, en svona ég byrja á jákvæðanótum, sko, þá heppnaðist mótið sjálft gríðarlega vel. Framkvæmdin og það var mikil ánægja hjá öllum spilurum, erlendu spilurunum og Laugavetningarnir voru algjörlega frábærir og allt þarna í kring svoleiðis að ég þakka menntaskólanum að Laugavatn og starfsmönnum þeirra sko, bara fyrir frábæra framistöðu og þetta var mjög skemmtilegt sko hvernig tiltókst með mótið, en það er hins vegar alveg rétt að í opnaflokknum að þá var maður að búast við því að Ísland yrði í topp 2. Já, og eftir 3 árum fyrir voru við efst. Já, sko það er í raun og veru þannig að það sem fer eiginlega dálítið með þetta mót er framist að seinnipartin á laugardeginum í leik 5 og 6 er það ekki? Er það Finnlands afhróðið? Já, sko við byrjum á því að bíða afhróða móti Dönum sem
Við höfum náðu ágætis árangri í seinni umferðinni. Já, við byggðum Afrófriðu seinni umferðinni og áttum ágætis leik á mótið í fyrstu umferðinni og þeir voru svona með sigur stránglegasta liðið fyrir mótið. En við vorum náttúrulega bara mjög óheppnir að vinna þá ekki í fyrri umferðinni vegna þess að ef ekki hefði komið einhver sagnmeinskilningur og einhver glórulaus lemma hjá Bessa og Magga í síðasta spili, þá hefðu við verið að vinna með 8 eða 10 empum minni mig. Já, það sem gerist í síðasta spilinu það sérst að þeir eru með eitthvað inn í kerfinu, þeir eru með tvírætt sögn sko varðandi þýðingu og þeir kom eitthvað, ef ég fyrir rétt með og þá koma Danirnir inn á og þá kemur þessi miskilningur upp að Bess er að spila system on og Maggi ekki system on út af þessar innákomu svoleiðis að þess vegna keira þarna í glórulusa slemmu og síðasta spilileiksins mikil óhefni algjörlega en sko eins og við segjum sko við upplifum eins og þessu móti sko miklu óefni en það þannig sko sama liði getur náttúrulega ekki alltaf endalaust verið óefnið það lítur einhvern veginn að jafnast út sko svoleiðis að það náttúrulega eitthvað annars sem spilar inn í það líka. Við erum svolítið búin að veifa óhefnisspilinu oftar en við viljum gera finnst mér síðustu ár. Já. En sko ég ætla að fara í úrslitin í hverju leik eftir og svona þá kannski fá við aðeins stemningu hvers leiks og en sem sagt áður en lengra haldið hvað klikkaði á þínu mati? Sko nú kannski ég ekki rétti aðilinn til að greina þetta vegna þess að það bara svo margir miklu betri í bridge heldur en ég og þú veist ég get bara mynda mér mína skoðun en ég ger mér hins vegar grein fyrir því að það mjög margir sem hafa meiri þekkingu og meiri reynslu heldur en ég í því. Hins vegar það sem ég upplifði voru kannski aðalega 2 þættir. Í fyrsta lagi þá fannst mér ég hafði ágjör að því svona bara andlega að þá náðu við einhvern veginn ekki að mæta mótlæti nægilega vel og mér fannst andlegi þátturinn stór og það eftir það sem ég nefni sko tap á móti Dönum í seinni umferðinni og svo kemur bara sko afhróð bara á móti Finnum sem við unnum frekar auðveldlega í fyrri umferðinni og sem bara erfitt að skýra og þú veist þarna held ég að andlegi þátturinn kom inn. Svo líka annað sem að velti fyrir sér og nú ítrykka ég líka það sko að Gummi er náttúrulega miklu betra að svara þessu heldur en ég nokkuð tíman að það sem að gerast í þessum alþjóðlega bridge það að menn að verða miklu aggressívari við opnanir menn að opna færri punkta grandi fara að vera veikara og veikara og menn taka til sín sagnpláss og meðan við erum með spilarar sem eru mjög góður að spila úr mjög góður tölfræðispilarar mjög góður í vörn og svo framvegis en við erum kannski ekki góður að eiga við sko þegar við komum í hana alþjóðlega keppnisbridge það sem verið að hamast svona mikið í sögnum og ég talaði til dæmis við þjálfarana hjá hinum Norðurlöndunum og var að biðja að lýsa íslenskum bridge og þá kom þetta dálítið upp sko að undanfarin ár hefði þróunin verið svo að menn væru mun aggressívari þarna í opnunum og innkomum og þarna ekkert endilega að tala sko í hvað samningi menn enda heldur bara menn að reyna að taka til sín sagnpláss til þess að reyna að trufla andstæðingana og hafa áhrif og þeir endi ekki í réttum samningi og þannig þá skekkjur í tölfræðina og ég velti þessu upp þessi 2 þættir held ég hafi skipt miklu máli og svo held ég líka kannski 3. þáttinn að það þannig að við erum kannski ekki með nógu mikla samkeppni í þarna þessum toppbridge þessir aðalar sem eru í landsliðinu sko, þeir mæta á mótin heima og svona mestu leyti bara rúla þeim upp sko og það vantar kannski eins og staðan núna sko, það vantar kannski bara fleiri pör svona sem gæfur sig bara alla í þetta sko til þess að búa til alvöru samkeppni þannig að það hægt að vera að spila á topplevel allan tíman sko og það líka þannig eins og staðan á Íslandi sko, við náttúrulega erum á eyju
miður Atlantsafinu og það er mjög erfitt að vera alltaf að senda lið, taka þátt í mótum út á söður, en það er náttúrulega bara dýrt og það er bara ekki bolmagn til þess. Nei, það er svolítið áhugavert sko ef við sitjum svona eftir eins og þú segir í því að vera aggressív og kerfis framþróun vegna þess að þegar við erum heimsmeistarar 1991 þá eru okkar landsliðsmenn og heimsmeistarar frá þeim tíma, þeir eru flestir sammála að eitt af því sem að skóp þann árangur var að við vorum á undan hinum þjóðunum að taka upp fjöldjöfla með aggressívar hindranasagnir sem að hinpörin áttu í vandræðum með að leysa, þannig að bara þetta er hérna mjög áhugavert ef við sitjum núna á botninum eftir að hafa leitt sko leitt í rauninni nýjungar í bridgeheiminum fyrir einhverjum áratugum. En þakka þér fyrir þetta, Matthías. Ég ætla þá að gefa þér hérna orðið, Guðmundur. Þú heyrir Matthías lýsa hérna, koma með nokkrar skýringar. Hvert er þitt sjónarhorn? Sko, þú talar vera undan þau Bermúdameistara, það nú fyrir tíma internetsins, þannig að það nú svolítið aðrir tímar þá og ég held að Maggi og Bessi sé alveg uppgreitið í kerfum og það sé ekki, sko þetta þetta ýmsir þættir sem kom inn þarna, en ég vil náttúrulega byrja því að hrósa kannski þeim fyrir framkvæmdina á mótinu, þegar mótið var náttúrulega alveg mjög vel talað það á alla bóða. En það eru bara svona hlutir, það þarf að halda mönnum og tánum og ég held að það hafi ekki verið nógu vel staðið að landsliðsmálum undanfarin ár. Það eru bara sést þessu við vorum komin í svipaða stöðu, ég man ekki hvort að 2010 eða 2012 eða eitthvað svoleiðis, ég var nú bara hálfgerðið byrjandi á þessum tíma að þá voru, á þeim tíma voru Einar Jónsson og Ragnar Hermansson fengnir til þess að reyna að rífa þetta svolítið upp. Og þeim tíma náðu þeir að búa til bæði A-hóp, þar sem voru 5 pör að berjast sko, og svo var B-hópur, sko. Þarna voru stífaræfingar og þarna voru 5 pör sem voru allan veturinn að berjast þessi 3 sæti sem að voru í boði. Og svo fóru 3 pör og það voru mót og unnu sér rétt á Bermúda. En þarna var eitthvað byggt upp og þarna var fullt af pörum í sko full aksjón og það var mikil samkeppni. Ég held að vandamálið núna sé að það þarf að halda, ég ekkert að efast þessi pör sem fóru, en það þarf að halda þeim á tonnum og þau með ekki vera sjálfvalin eins og svolítið málið núna, það manni finnst. Og svo, ég veit ekki hver var kaftinn, Matti? Einar. Og bara í burtu? Nei, hann var á staðinu? Já. Okay. Ég held að það sé almennt, sko, ég veit ekki hvernig kaftinn Einar ég þekki hann ekki nú vel. Einar Guðjónsson? Já, ég þekki hann bara ekki. En ég held að sé bara vanmetið hvað mikið góður kaftinn gerir, sko. Og það einmitt hann sem á að taka liðið og rífa þau upp þegar að andlegi hlutin ekki í lagi og á að þekki inn á sína menn. Sko, þetta með sálfræðina, ef við erum ekki nógu sterk á því svelli, mér finnst ég aðeins hafa sko fengið nasaþefinn af þessari umræðu eftir Evrópumótið í fyrra. Var ekki Evrópumótið í Danmörk í fyrra? Já. Að það svona hérna, þá fannst mér ég heyra smá áhyggjur af þessari andlegu hlið, sko. Kafteinninn þarf ekki að vera bestur í bridge eða, sko, þetta þarf hann að kunna spilið og vera góður í því og svoleið, en hann þarf fyrst og fremst að vita á hvaða punta þarf að íta og passa upp á að menn borði rétt og þú veist, það er ýmislegt, sko. Já, en sko það sem ég er að velta fyrir mér er ekki bara á meðan og mótstendur, heldur líka fyrir mót, sko, hvort það þurfa að vera huga betur að andlegum undirbúningi á æfingatímabilinu. Er það eitthvað sem við getum rætt? Já, það er alveg, þú veist, alveg pottjætt. Man í þessu fáskitt sem ég hef verið, það var ýmsar æfingar, það var farið í göngutúra og það var verið bara að spjalla saman og það var svona uppbyggingarferlin alltaf bara. Já, menn þurfa að vera í góðu skapi. Já, og á þeim tíma mann þegar við fórum át á Norðurlandamót þarna, þá var sko Gummipalli með sko þjálfunina í sal, en svo var Raggi Hermanns með sko líkamsþjálfun og svona taka menna þess andlega, en náttúrulega vanur handboltaþjálfari Já. Og pörin sko til þess að par verði samstætt og verði gott traust á milli, þá
það þarf alls konar galdra til. Erum við að hlúa þessum þætti sem skildi? Já, það held ég nú sko og það náttúrulega bara endalaus vinna og það náttúrulega vinna sem að pörin þurfa að vinna bara sjálf. Þú veist, 95% í Bridge þá þarfst bara að vinna það sjálfur, það getur engin kennt þér það. En það eins og segir, þessi andlegi þáttur, það eitthvað sem að fyrirliðin á að taka á og þegar það á ekkert eitt slæmt tap, á ekkert að hafa áhrif á liðin, en það virðist hafa gert það. Já, í þessum móti þá sjáum við hrun. Það kemur kafli þar sem bara allt hrynur og við getum klárlega skrifað, sem sagt, álykta þannig að geta liðsins varð miklu minni í reynd í einhverjum viðurregnum vegna þess að þeir taka ekki mótlætinu eins og best að þeir geta orðið. Svo náttúrulega, sko, þar sem við erum að spila á Íslandi að þá hefur náttúrulega verið alveg kjörið að senda 3 pör. Bara, þú veist, þetta ekki auka kostnaði við að senda 3 pör. Nei, en voru ekki hinn liðin flest að bara... Með 2 pör? Jú, við erum bara átt að nota tækifæri, við vorum á Íslandi og við erum með 3 pör og það virðist nú vera að eini dagur með 4 leiki að þá erum við mjög slakir seinni part þess dags. Það þarna seinni parturinn á laugardaginn. Var of langur, langt síðan að landsliði var valið? Já, það náttúrulega, þú veist, það sem best væri á kosið í þessu væri náttúrulega að þú væri með eitthvað ex-landslýshóp, sko, hvort sem að það séu 5 eða 6 pör eða eitthvað sem væri alltaf í stöðum æfingum. Það væri alltaf samkeppni á milli þeirra. Þú veist, það á enginn að vera sjálfvalinn í landslið. Svo bara velur 2 mánuðum fyrir mót eða hvernig sem það er. Já. Sko þegar það kemur á daginn að Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Magnússon ætla aftur að fara að spila, þá einmitt bara leið manni svolítið, við skal bara leggja spilin á borðið hvað það væri þar að mér bara leið eins og að þá væru þeir bara sjálfkjörnir í landsliðið á meðan þeir nenntu að spila saman. En þetta auðvitað ekki þannig. Nei, og þú mátt ekki miskilja mig með það. Ég held að þessi 2 pör séu bestu pörin. Já. En þau eiga ekki að vera, þeim á ekki að líða þannig að þau séu sjálfvalin. Nei. Þau eiga að upplifa samkeppni og þau þurfa að hafa fyrir því og ég ekki að segja þau gera það ekki. Það bara allt annað þegar það verið að íta alltaf á þig, þá stígur þú upp til þess að koma þér áfram. En fyrir þá sem ekki þekkja til þegar þú segir sko bestu 2 pörin, ertu þá að tala þetta par og Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jóhann? Já, ég held að þú veist, ef ég átt að velja 2 pör, þá hefði ég valið þessi 2 pör á móti, það engin spurning. En svo spurning ef þú hefur verið með hóp, kannski hefðu eitthvað önnur pör stíðu, en þú þarft að setja gulrót fyrir framan, það eru pör þarna úti sem að hafa áhuga. En þú vitu ekki séns, þannig að þá leggja það ekki á sig vinnuna. Já. En það sem ég reyna að segja sko það að maður má náttúrulega aldrei líta þannig á að einhverjir séu svo góðir að það sé bara förstærð á meðan þeir vilji gera Íslandi þann greiða að spila, þá verði þeir bara automatíst í landsliðinu. En mér hefur liðið þannig gagvart Sigurbirni og Magnúsi að bara, takk strákar fyrir að nenna aftur að fara að spila saman, nú kemur þetta allt saman, en það auðvitað ekkert sjálfgeð vegna þess að það þarf svo margt fleira heldur en frábæra Bridge kunnáttu til þess að mynda par í Bridge heimi hinna bestu. Það þarf allan fjandan. Svo þarf það að mynda sveit og lið og það þarf náttúrulega karakter líka og það svona talaði ég nú svona fyrirliðan áðan að hann þarf ekki endilega að vera snillingur í Bridge, hann þarf auðvitað að skilja þetta allt en hann þarf að vera leiðandi og hann þarf að rífa menn upp þegar að harnar á dalnum sko og geta náð mönnum í gang aftur. Og engu finnst sannlega verra heldur en Sigurbirni og Magnúsi að þeir enda í mínus í Butler. Matti, við vorum að ræða það einhver tíman í hreyfingunni að sko þeir gætu orðið þetta Akkillesar par með 0,5 bara fast í Butler plus og við sáum það fyrir okkur fyrir 1 ári eða svo að þannig þetta. Þetta ekki? Ég sko alveg klárlega sko, það og það bara eitthvað sem við höfum trú á ennþá. Já. Og það þannig sko ástæðan fyrir að þeir byrjuð að spila. Kannski svona, það þannig að þegar Jón
Baldurs þegar hann gefur kost á sér í það að verða fyrirliði og þá fer hann að spila við Bessa en náttúrulega var ekki heilsu hraustur og þá var Maggi tilbúin að vera svona til vara svo fellur Jón frá svolítið að þeir eru, þetta svona dálítið legacy-mál hjá Bessa og Magga sko, að klára þetta og markmið var þá að toppa á Evrópumótinu næsta ári og maður hefur einhvern veginn ennþá trú á því þrátt fyrir þetta sko að það muni gerast sko. Og þeir hafi metnað þeir og bara allir til þess að reyna að laga það sem úrskeiðis fór og bæði umgjörð og spilamenn sko. Ég held að þetta myndi ganga betur, ég var viðstaddur myndatöku af þeim rétt áður mótið hóst, ég sá ekki betur en að menn væru bara í betra líkamlegu formi heldur en nokkru sinni og bara horfðu hnarrestir framan í myndavélina og menn voru bara komnir til þess að vinna þetta helvítis Norrlandamót afsakið orðflæðu. Þannig að þetta er rosa skrítin tilfinning að sjá hvað gerðist. Ég er alveg sammála Matta, ég efast ekki að þeir eru sko, ef ég ætti að velja eitt par langbesta parið okkar og þeir komast aftur, þeir eru ekki komnir á þann stað sem þeir voru hérna fyrir 5-6 árum en þeir komast þangað en það þarf náttúrulega að íta rétt á það og eins og ég segi andlega hliðin í þessu, þú veist það þarf eitthvað í liðið sem að næra að taka utan það almennilega og fyrirliði á að gera mikið meir en bara stilla upp og segja já og amen hann verður að stýra liðinu En sko ef við ræðum Aðalstein og Birki þeir hafa svo sem ekkert spilað mjög lengi eru þeir þekkjast þeir nógu vel sem par? Já, ég held það nú og eins og ég segi, það bara 2 frábæri spilar en auðvitað vantar þá spil í bakpokan líka þess vegna eins og ég segi, hefði verið kjörið að senda 3 pör át á móti málega það, þótt að þeir séu báðir með rosa mikla reynslu og frábæri spilarar og séu örugglega ekki að klikka en því fleiri spil sem að pari komið með í bakpokan því auðveldara verður mótið. Hvaða par hefði þú sendt sem 3. par? Ég hef ekki endilega skoðun á því það hefði verið sagt að senda Stefán Ómar eða það nú svona það sem kemur fyrst upp í hugan á mér. Þeir hafa hjálpað heilmikið til við æfingar og verið náttúrulega í landsliðinu stundum Þeir menna að þeir hefði ekki þurft að spila mikið kannski, þú veist, bara rétt til þess að anda og svona, þú veist, bara upp á tilfinningu hvernig það hefði gengið, sko. Já, þú myndist á Jón Baldursson og heitinn okkar fremsta spilara í sögunar ás, stórkostlegan spilara og yndislegan mann sem að, maður þakkar fyrir að hafa kynnst. Að þegar hann var kosin fyrirliði þá hékk það einhverju leyti saman við svona stuðning Einars Guðjónsen sem er kaupsýslumaður held ég í Bandaríkjunum og vinur Jóns og við fengum eiginlega þær upplýsingar í gegnum bara viðtöl í fjölmiðlum að það ætti svona að taka landsliðsmál Íslands fastari tökum og það var stefnt að árangri og það var komið upp einhverju kerfi, æfingakerfi og mótaplani og sagt við þurfum að vera duglegir að senda strákana út fyrir landsteinana og svona með það einmitt í huga að ná alvöru árangri og það var rætt að við getum kannski orðið Norrlandameistarar á þessu móti eitthvað svona Matthías sem að er einhverja spurningar sem vakna í tengslum við hvernig hefur verið haldið á landsliðsmálunum síðustu misseri? Já sko, nei þú veist, auðvitað er þessi niðurstaða, hún segir að það þarf að skoða einhverjar breytingar sko, þú veist, einhversu stórar þær eru, veit ég ekki, þú veist, það er ég held að hluta af þess að hafi verið sko að Maggi og Bessi hafi verið að sinna ómikið af einhverju kringum liðið utan keppnisstaðarinn sko, sem hendar þeim kannski illa, við þurfum kannski að huga betur að og ég er alveg sammála Gumma sko, það er kannski að huga betur að því að vera með svona non-playing kapteinn sem getur svona stýrt hlutunum betur, en það er náttúrulega þannig að
Það er mikilvægt að hafa í huga, sko. Þetta eru samt sem áður ótrúlega litlir peningar sem eru þarna. Við náttúrulega erum að tala það sérst að það var náttúrulega þegar afrekssjóðurinn í skák fór í gegn, þá fylgdi með meirihluta álit allsherjarnefndar, þar sem ráðuneytinu var falið að fara í sambærilega vinnu fyrir Brits, en svo vinnaði því miður ekki farið á stað ennþá. Og við höfum mjög lítið í raun og veru í þetta afreksstarf. Auðvitað munar náttúrulega gríðarlega miklu það sem Einar að koma með, sem náttúrulega kannski styrkur upp á rúma 3 milljónir á ári, en þú sér það sko að bara 1 Evrópumót, það kostar kannski 6 milljónir. Og það sko annað hvert ár, og ef menn koma síðan áfram á heimsmeistaramót, sko, þá það alveg örugglega meira en 6 milljónir. Svoleiðis að Ef ekki auglýsa eftir fyrirtækjastuðningi, íslensk fyrirtæki styðji við Britshreyfinguna. Já, það bara þannig. Jú, ekki spurning, sko. Það myndi muna gríðarlega miklu og það þannig við erum að ná að gera mjög mikið með lítið af pening. Og eins og í þessum afreksmálum. Og þegar maður er svona að tala við kannski afreksmenn og fólk í öðrum samböndum og svoleiðis. Og það verið að fara yfir þessar tölur. Það er rosalega erfitt að halda út ykkur afreksstarfi með fjölmörgum spilurum og þjálfurum og æfingaferðum og fleira þegar fjármagnið ekki meira heldur en þetta. Nei, einmitt. En við höfum átt glæsileg tímabil í opnaflokknum og ein ástæða þess að við erum mest að ræða opnaflokkin hér frekar en kvennaflokkin, hún svo að það átti nú kannski engin neitt rosalega sérstaklega von á frábærum árangri í kvennaflokknum. Það hefur samanburður við fyrri mót og svona hefur svona verið hófleg bjartsýni þótt að sé virkilega gaman hver hefur orðið mikil aukning á fjölda iðkenda í kvennaflokki. Við förum kannski að sjá meiri árangur þar á næstu mótum en sko já, þetta er umhugsunarefni. Það eru núna einhver mót framundan þar sem að okkar sterkustu pör að fara til útlanda að keppa svona til þess að herða sig enn frekar fyrir þá hvað næsta Evrópumót. Já, sko, það mót núna í Pólandi, hvort það næstu eða næstu helgi sem margir íslenski spilarar að fara á, þar meðal Maggi og Bessi. Já. Svo stemt á að fara með 3 pör á World Bridge Tour í Kaupmannahöfn, sem alveg gríðalega sterkt mót. Það mót sem raun og veru sko bara allir bestu spilarar í heimi eru. Eru landsliðspörin þar? Já. Á meðal? Já. Og svo verður World Bridge Tour aftur hérna á Íslandi í janúar sem þetta atvinnumannamót og undan bridgehátíðinu okkar. Já. Svoleiðis að það mikið af mótum framundan. En munurinn kannski sá að þessi bestu spilarar frá þessu bestu þjóðum, þeir náttúrulega bara vinna þetta. Já. Þeir bara gera ekkert annað heldur en að spila. Nei. Og jafnvel sko ekki bara 3 bestu pörin heldur kannski bara eftir 20 pörin. Þeir bara atvinnumenn. Svoleiðis að það mjög erfitt að keppa á þessum grundvelli í þessum alþjóðlega bridge við aðla sem, þeir fyrir minni í svo löngum mót sem eru kannski 10 dagar að þú ert að keppa við atvinnumenn sem eru bara vanir. Þeir bara 10 dagar ekki neitt fyrir þeim, sko, meðan kannski úthaldi hjá okkur gefur eftir, sko, á líður. Sko, ef maður líkir bridge eða ef maður ræðir aðrar íþróttir, til dæmis bara fótbolta og handbolta og fleira, sko, það oft sagt að íslenska geðveikin, hún sé kannski besta svarið. Já, vantar okkur meiri geðveiki inn í þetta lið? Nei, já, kannski vissu leyti núna, það kannski, það eru rólegri menn núna. En ég held að sé nú fyrst og fremst að sko, eins og ég segi, það engin að efast þessi pör sem eru þarna, en við þurfum eitthvað að skoða aðferðina og við getum ekkert, sko, loka á það að þetta 3. mótið í röð sem eða 4. mótið í röð sem vonbrigði bara. Já. Ég nefndi það áðan hérna þegar þeir tóku þetta í gegn Ragnar Hermanns og Einar Jóns 2010 og bjuggu til þess að 2 hópa. Ég man kannski ekki að fara nákvæmlega rétt með ártölin, sko, og það náttúrulega náðist frábær árangur í framhald af því. Já. En svo var líka, ég man ekki hvað, 2014 eða 15, þá var spilað sæti. Það var gagnrýnt alveg rosalega, en þá voru sko 3
held ég 3 daga mót og samanlagður árangur á honum fyrsta skipti ég fekk að spila landslið en árangurum var þó úr því að það var spilað 2 pör að við fórum og urðum Norðurlandameistarar. Já. Eins galið og það var sko en þú veist það má ekki loka á eitt neitt menn verða bara að horfa á þetta gagnrýnum augum, ekki halda áfram. Þegar þú varst í liðinu sem að vann Norðurlandameistaratitilinu, var það stemningin öðru fremur sem að kannski? Já, ég held að sko Gummi Palli átti nú reyndar að verða sko vera non-playing captain en hann veiktist rétt fyrir mót og Ragnar Hermáns makkari minn á þessu móti tók að sér að vera fyrirlið og náttúrulega var búin að vera mjög vanur því, hafði gert það ofta áður en við ætluðum að vera með non-playing captain þannig að þá vorum við konum með playing captain í staðinn en hann náttúrulega þekkir þetta allt búin að þjálfa í handbolta í 20 ára og við vorum þriðja par í því móti, það er alveg hægt að segja það, við spiluðum minna en hinn 2 pörin en við vissum alveg hvert okkar hlutverk var. Hver voru hinn 2 pörin? Það voru Bjarni Valli og Jón og Láki. Já. En ég meina við vorum, öll 3 pörum voru á sama staði í Böttlir, mér minnir að það veri 0,67 í pluss. Já. En það var, eins og ég segi, liðið var mjög samhent og gott, það var búið að vinna vel í því sko fyrir mót. Þannig að þetta skiptir miklu máli að hafa liðið, að gangi allir í takt. Mér finnst svolítið svakalegt sko, ekkert einasta Íslands par í pluss í Böttler í þessu móti, hvorki kvennapar né í opnaflokknum. Það er skellur strákar. Norðurlandamót er ekki heimsmeistaramót, þetta er ekki Bermúdaskálin. Liðin voru misgóð, Finnar og Færeyingar eru þjóðir sem við eigum alla daga að vinna og við vorum að vinna þetta danska liði fyrir umferðinni og norðmenn og Svíjar við eigum að reynda sko þá eins og bæði, já og það er eitthvað feðgaparaðna, hvort var það í? Þetta var allt mjög vel mönnulið en hvorki norðmanna. Hvað er hann ungur yngri spilarinn? Ég er nú ekki með, hann er rétt undir 20, svona 17-18 ára sko. Þeir voru ríkalegir að fylgjast með þeim á BBO sko. Já sko, það er þannig að mótið varðið raun og veru miklu sterkara heldur en við byggumst við fyrirfram. Já. Vegna þess að það er oft þannig að þessar norrænu þjóður, sérstaklega normenn og Svíjar og Danir sko nota Norðurlandamótið svona meira sem sko, hvað ég að segja, svona upptakt sko. En þegar liðin byrjuðu eða þegar þjóðurnar byrjuðu að senda lið sko, þá kom okkur á óvarturinn sko, hvað liðin væru sterk. Hins vegar náttúrulega sko, eiga öll þessi lið, sérstaklega kannski Danir og Svíjar eiga náttúrulega sterkari spilara sko. Þeir getur senda ennþá sterkari lið sko, svoleiðis að en ef maður skoða Böttler eins og í svari því þá auðvitað er þetta vonbrigði en það er þannig að til dæmis eins og Birkir og Alli, það er þessi 2 leikir þeir fá 47 mínus á móti Dönum í seinni umferð og svo 30 mínus á móti Finnum í seinni umferð og svo er það með Magga og Bessa að þeir fá 45 í mínus á móti Finnum í seinni umferðinni. Eitthvað sem maður held að geta ekki gerst. Nei, eins og ég segi sko að þú veist, þegar maður fer yfir spilinu, mörgulitið náttúrulega óefni en þú veist, maður getur kannski ekki alltaf spilað út óefnis spilinu en það er í raun og veru sko þessi Finnlandsleikur sko, hann fer í raun og veru mjög mikið með Böttlerinn hjá báðum pörum og síðan kannski Danaleikurinn líka hjá Alla og Birki. Já. Ertu sammála því að sko niðurstaðan í kvennaflokknum hafi bara verið svona nálægt væntingum eða voru við heldur undir væntingu þar líka? Já, sko við erum undir væntingu þar sko. Ég var að vonast til þess að sko við myndum vera að gera allu að þriðasætinu. Já. Og það er bara sko íslenska liðið sko það sko ég hef ekki viljað setja stuðla á íslenska liðið, kvennaliðið á veðmálasíðu sko vegna þess að sko þeir íslenska liðið er að vinna í raun og veru sko Dani með 10-61 og 9-0-4 með þessi jafntefli en
svo kemur hérna sko algjör skellur á móti Finnum og menn að ná ágætis úrslitum á móti Norðurlandameistarunum í seinni umferðinni en Afhroði fyrri og svo öfugt sko á móti Svíum að menn að ná fínum árangri á móti Svíum í fyrstum umferð og svo bara skítap í seinni svo leiðis að þar þetta bara svona sko vantar allan stöðuleika sko sem sést það alveg rétt sko maður kannski hafði ekki væntingar að liðið vera að berjast sigur eða slíkt sko en það samt mjög erfitt að greina þetta og í kvennaliðinu hefur oft verið þannig að þetta eru 16 spila leikir það hefur oft verið þannig að íslenska kvennaliði hefur verið að gefa eftir sko þegar það hefur verið að líða á leiki nú var það öfugt nú var kvennaliðið að taka imp á síðustu spilunum svo leiðis að það var nú ýmislegt jákvætt við kvennaliðið og góð úrslit þannig inn á milli en síðan bara alveg hræðileg úrslit inn á milli einmitt, sko og eins og ég segi ein ástæði þess að við erum að stilla umræðinu svona upp eða ég að gera það að hérna mest púðri fyrir opnaflokkin en náttúrulega svo að við höfum ítrekkað orðið Norðurlandameistarar við eigum að vera á pari töldu við bestu Norðurlandaþjóðirnar í þessum móti en það hefur einhvern dottið í huga það sama ætti við kvennaflokkin þannig að við horfum á það jákvæða þar bara Heyrðu, ég ætla aðeins að labba með ykkur í gegnum þessa 10 leiki hérna, ég sé að maður getur flett upp sko öllum úrslitum á internetinu leik 1 í opnaflokknum þar sem sagt, hann fer 28 þá Ísland að keppa við Danmörku og hann fer í impum 28-32 við fáum 8,8 stig á móti 11,2 og þarna bara var hrikalega sorglegt eins og við höfum aðeins komið inn á að sjá okkur yfir allan leikinn gegn mögulega því liði sem við töldum sterkast fyrirfram og það eftir 15 spil þá erum við með 8 eða 10 impa fórustu, ég man ekki hvað það var og maður bara farin að dansa sko og bara hringja í Bjarna Fel ef hann væri ennþá á RÚV og segja heyrðu Bjarni minn, hérna nú verður það að búa undir það að við þurfum að vera með úrslit hérna lesa þau upp í útvarpinu eftir hverja einustu viðureign því Ísland að fara að gera góða hluti á þessum móti en þá kemur þessi sagnmiskilningur upp við erum eina parið sem ekki spilar 4 spaða hundleiðilega 4 spaða og það 3 niður ég held að við höfum líka verið eina parið sem fekk bara 9 slagi það fannst mér benda til þess að einhver gremja hefði átt sér stað í playinu líka Nei, ég held að það nú ekki kannski endilega verið það en ég nú ekki skoða spili og nú þau kenna það en það getur nú vel verið sko að þú finnur einhverja sko, mjög skrýtna leið sem hægt að fá 12 slagi og þá reynir að fara það og ferðu auka dán þannig að Þetta sagt á nábyrðar ég veit ekkert hvernig playið og ég finnst það mjög ólíklegt en þarna fekk ég frekar vonda tilfinningu í síðasta spili í svona einmaður sem úrslitaleikjum í fyrstu umferð á heimavelli þá kemur þarna fyrir saxli sem að kannski bara allan heim hefði ekki átt sér stað með þessi spil það var óheppilegt en það skrifum við bara á óheppni umferð 2 þar erum við að spila á móti Finnum og við vinnum hann bara miklu öryggi, hann fer í impum 12.36 við fáum 15,74 stig og maður hélt að við værum bara komin á beinubrautina umferð 3 þá vinnum við vini okkar í Færeyjum sem ég biðst afsökunar á að hafa sagt áðan að við ættum að vinna alla daga því að ég á orðið svo marga vini í Færeyjum ég má ekkert segja svona þið eru líka frábærir og getur virkilega byttið frá okkur Færeyingar en sem sagt sáleikur fer 2.23 við fáum 14,8 impa og það þarna sem ég sendi öllum fjölmiðlum landsins sem upplýsingafulltrúi eða fjölmiðlafulltrúi hérna Britsambansins fréttatilkynningu þar sem ég basically segi það að við erum konur á toppin í þessu móti og það verður gaman að fylgjast með því hvort við bara leiðum ekki þetta mót til enda ok svo ég ætla kannski ekki að lesa einstök úrslit í næstu leikjum en eins og þú segir Matti það verður svo þarna hrun í seinni umferðinni og sérstaklega þessi Finnaleikur sem einhvern veginn bara alveg rosalegur sko. Já, það bæði leikurinn á móti Dönum í seinni umferðinni sem var svakalega slæmur Já. Og svo náttúrulega Finnaleikurinn sem
sem tapast mjög stórt. Það náttúrulega, þú veist, spili en einu sem þessu óefnis spili, að þú veist, þar óefnir, en þú veist, þú sér það við erum að taka þarna á móti Finnum, við erum að taka mjög góða leika móti Finnum í fyrrumferð og svo bara fáum við 0 á móti þeim í seinnumferð. Svakalega, sko. Og finnska liðið sko Við skoruðum 1 impa gegn 66. Já, alveg sæðilegt. Er það ekki rétt hjá mér að það var spilað 3 daga 2 leiki og 1 dag 4 leiki? Jú. Og þetta eru leikir 3 og 4 á laugardeginum sem að báðir eru... Ég segi nokkuð. Já, ég, þú veist, bara velti þessu upp, ég menna, er það ekki formið sem er það allavega þetta segir það? Það áhugaverður punktur. Já, ég meina það algjörlega, en þú veist, það náttúrulega þannig að eins og við vorum að segja áðan, sko, ég meina Danir, Normenn, Svíjar sem leiddu og unnu mótið, þeir voru bara með 2 pör, en þetta alveg rétt, sko, þessir svona hræðilegu leikir koma þarna seinni leikirnir á laugardeginum, það sem lengsti dagurinn, sko. Já. Og semst bæði þá Danaleikurinn og Finnaleikurinn og Finnar, sko það þannig aðeins að ég ætla nú að segja neitt slæmt það vegna þess að við í ákaflega góðu samstarfi við Finnana og mikið af góðu fólki þar og við vinnum þjátt saman að þá það þannig, sko, til dæmis finnska sambandið það borgar ekkert fyrir spilara, ekki neitt. Þeir eru með sponsor sem þýðir það að í landslinu þeirra bara spilari sem borgar allt fyrir hina. Keypt landslið? Já, ekki keypt, þú veist, bestu Finnarnir allir þarna. Okay. Og hann kannski hlutað þeim en hann borgar í raun og veru, þú veist, finnska liðið væri öllum líkitum ekkert að keppa á þessum mótum en þess að finnska sambandi hefur bara gefnað að senda það og þarna í raun og veru sponsor inn í liðinu en þetta eru góðir spilarar og þeir mættu með sitt besta lið, sko, en sko, maður myndi að halda fyrirfram að við ættum alltaf að vinna þetta lið, sko, hvað þá að tapa 66-1, sko, það bara maður skilur það ekki, sko. Nei. Og þetta getur við ekkert skrifa það bara á einhverju óhefni, þetta er bara mayhem, þetta er disaster af stærðargráðu sem bara vandfundið, sko. Og svo hélt ég, við náðum þarna að vinna í 9. umferð Færeyingana eða bara nokkuð vel og ég hélt við myndum kannski bjarga andlitinu í mótinu, en svo kemur þessi 10. umferð Ísland, Noregur 18 impar til Íslands, 49 til Noregs, niðurstaðan 3,12 stig til okkar, Normenn fá 16,88. Það var mjög leiðilegur endur. Það menn hafa verið, sko, hafa ekkert ætlað sér það, en þá hefur bara, menn hafa verið orðnir mjög svektir og hafa verið erfitt að koma sér í gang aftur, sko. Loftið farið á blöðrunni. Já, svolítið. Og þarna náttúrulega líka eru Normenn, sko, líka bullandi séns, sko, þú veist að þarna voru... Þeir eru mótiveraðir. Já, sko, þarna í síðust umförunum eru Svíjar og Normenn og Danir að skiptast á að liða, þó Danir hafi kannski verið efstir, en það var þannig að Normenn voru alveg ennþá í séns, sko, svo þeir mæta mjög mótiveraðir í hennar leik, sko. Já. En ef við reynum að hefja okkur upp yfir vonbrigðin, það gaman að sjá svona ungan gæja eins og þennan Normann, sko, spila alveg frábæran Brits. Við erum alltaf búin að sjá, sko, hellingur af ungum spilurum koma upp bæði í Noregi og Svíþjóð undanfarin ár, sko. Já. Og núna Danmörku við sjáum, þeir mættu þarna með ungt par, Kristján Larmann. Já. Og það er strákur sem ég giska hann sér svona 18 ára. Já, hvernig fara þeir að þessu? Já, sko, það er þannig að eins og í danska sambandinu, sko, þú veist, þeir eru ekkert með marga svona unga efnilega, en þeir bara hlúa svakalega vel að þeim. Og það er svona, danska sambandið þeir taka þess að stráka og það eru landsliðsmenn sem eru að hlúa þeim og spila við þá og þeir treysta þeim og þeir fá að gera mistökin og þeir eru sendur á mót aftur og fá að gera mistök aftur. Svoleiðis að manni finnst Danirnir, já, og þessar þjóðir, Normenn og Svíjar, sko, þeir eru taka þessu ungu efnilega
stráka, það menn alltaf að fórna sér sko, þessir topp spilarar sko, að spila með þeim og gera þá. Við höfum aðeins séð það hér á Íslandi síðasta korterið að góðir íslenski spilarar að spila við nýliða sem eru efnilegir, þannig að þetta aðeins að byrja hér. Sko mér hefur ekki þótt nóg að þessu en það sem gerðist síðasta vetur sko var einmitt að Magnússon að hann skipti upp sveitinni sem hann hefur alltaf spilað og tók 2 strákar sem eru mjög efnilegir. Já. Og maður sá bara sko hvað þeir voru að bæta sig alveg gríðarlega. Já, þeir eru báðir efnilegir. Algjörlega og þeir eru sko þarna fá þeir að góða þjálfun, þarna þeir með sko bara í góðri sveit og það gefur svo mikið. Það svo erfitt fyrir nýliða einhvern veginn að mæta, vera alltaf neðstur, vera basla og búa til sveit, en hvernig þetta var gert þarna og hvernig Maggi stóð á þessu og Gunnar Björn og það var frábært og maður sá bara þetta virkar. Já. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að halda árum að gera. Algjörlega. Endilega og vonandi bara byggjað upp og Maggi engi betri það en Maggi held ég. Nei, Magnús náttúrulega þvílíki burðar ásinn í þessu starfi, hann líka bara búin að vera svo jákvæður og skemmtilegur og góð ára í kringum hann og síkastið að ég held að hann sé bara segull á ansi marga góða hluti og mér langar líka að segja það að þótt maður sé eðlilega svona bara gagnrýninn og árangurinn hafi ekki verið ásættanlegur og bara verið töluvert langt frá því að vera ásættanlegur, þá bara svona ef einhver að pirrast yfir tóninum í þessum þætti þá þykir manni náttúrulega, maður hefur áhyggjur af því að manni þykir vænt þessa stráka og af því maður veit hvað ég geta og þetta eru náttúrulega allt saman frábærir bridgespilar, ég tek undir það og Sigurbjörn að koma frá Akureyri og svona, það er alveg auka skref og þeir Aðalsteinn og Birkir vonandi ná þeir vopnum sínum saman sem par og verða betur og betri. Ég nefndi að hann hefði ekkert spilað mjög lengi, mér finnst svona þeir enn eftir að sína okkur kannski aðeins fram á að þeir séu akkurat rétta kombóið, kannski gerist það á næsta móti, en þetta náttúrulega ótrúlegur eins og Aðalsteinn Jörgensen að hann skuli enn vera að leggja þetta á sig að spila fyrir hönd íslenska landsliðsins náttúrulega bara guðsþakkarvert og Birkir Jón náttúrulega alveg magnaður spilari líka, bara svona svo það sé á hrein og maður getur bæði bara, þú veist, manni getur bæði þótt væntum þessa gæja vilja þeim allt þið besta, en við þurfum líka náttúrulega bara að ræða það með opnum munni hvað fyrir úrskeiðis. Það er bara gagnrýni til gags og við viljum bara að við gerum betur næst og það er engin gagnrýni á þá frekar en eitthvað annað. Við erum bara að skoða heildar samhengið í þessu öllu og við þurfum að reyna að læra af þessu, gera betur. Já. Það er ekki bara mergur í málsins, Matthías? Jú, það held ég. Það er bara áfram gagg. Áfram gagg, nákvæmlega. Eigum við þá ekki bara að segja það að umræðefnið í dag sé tæmt? Ég held það að við komumst ekki yfir neitt meira ágætt að minna á skemmtilegu bikarkeppni sem að nú er í fullum gangi og ert þú að fara að spila bikarleik? Ég einmitt að fara að spila í kvöld. Já, ok. Við hverja? Ég að fara að spila við sveit sem heitir Doktorinn. Nó, já. Og í Síðumúlunum? Í Síðumúlunum. Það verður vantalega leikurinn verður vantalega búinn þegar þessi þáttur er sendur út sko. En það er þannig við getum ekki verið með okkar, ég spila ekki minn fasta makkar sko. Hann er úti, það er oft erfitt í þessari bikakeppni og þurfa menn svona gera ýmislegt til þess að láta hlutina ganga upp sko, því að það spilaði á sumrin. Svoleiðis að þetta verður spennandi. Ég spilaði við Sigrún Harðarsson í Sumabrits í gær og það er alltaf að spila Sumabrits náttúrulega á mánudögum og miðvikudögum allir velkonir í Síðumúlan. Og hefur verið góð aðsókn. Mjög góð. Svoleiðis að það verður spennandi að sjá hvernig okkur gengur. Við held að við séum báðir þannig að við Hvernig gekk ykkur í Sumabritsinu? Sko, byrjum frekar illa, enduðum í 3. sæti. Já, segir. En sko, við erum báðir þannig spilarar, sko, við segjum frekar og mikið heldur en nú lítið á spilin okkar og það kannski hendlar ekki alltaf vel. Svoleiðis að, þú veist, mann þurfa kannski svona, þú veist, ég held að svona þarf að leiða á kvöldið og við svona báðir fjaraðar svona aðeins að tóna okkur niður, sko, og þá virkaði það ágætlega, vonandi verður til að í kvöld. Vonandi, gangi vel. Takk fyrir það. Guðmundur Snorrason, manngerðin sem undirmeldar, hún er dularfull. Já, það er
Ég reyndar gamli makarinn mér, Ragnar Hermansson, hann svona breytti algjörlegum stíl og fór undirmelda, það var ágætt, þá gæti ég farið yfirmelda og ég enn frekar yfirmeldar heldur en hitt, en svo eins og með Svenna, það þýtti nú ekkert að vera yfirmeldar á móti honum, því að hann yfirmeldar svo mikið. Þá þurfti ég að fara í hitt hlutverki, þannig að maður fyrir allra kvikita líki. En ert þú í bikarnum? Já. Og ertu búin að spila í fyrstu? Nei, ég held að sé búið ákveð að verða á miðvikudagi næstu viku. Hver eru andstæðingar? Það er Brydsfélag Breiðholts. Já, hörkuleikur. Ég veit ekki alveg, það er allavega Ingi og Björgvin og Valli sem var hérna daginn. Ég veit ekki hvort að Rúnar og Gauji eru með þeim, þeir voru alltaf með þeim í þessu móti. Já, allavega Rúnar. Hann hefur spilað með þeim í þessu móti, Gauji hefur ekki alltaf verið með þeim. Æ, ok. Svo ég veit ekki hvernig það er núna. Nei, ég veit ekki hverju mætum. Þú veist að vísa til Valgarðs, hann var hér í spjalli aðra hluti. Já, þetta rauðaborð kom sterkur frá þeirri umræðu. Já, hann er mikill karakter. Ótrúlega margir snillingar í íslensku briddsreifingunni. Það verður bara að segja þess að svo er. Það eru nú margir skrýtnir. Flestallir. Það er einhver önnur svið skarri þá kannski. Nei, er ekki það sem er skemmtilegt við nú. Menn eru bara allavega. Menn eru allavega. Það er bara svo leiðis. Þeir mega líka vera venjulegir. En Guðmundur Snorrason og Matthías Eimsland, kæra þakkir fyrir að koma hér í þáttinn og hjálpa okkur að búa til fjölmiðlunum Bridds, hugaríþróttuna Bridds, sem við þrír eigum sameiginlegt að við elskum þetta spil, allir þrír. Og Takk fyrir mig. Þakka ykkur, kærlega. Takk fyrir. Og takk hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með ykkur. Það kann nú að verði smá hlé núna á Bridds-þættinum í ljósi þess að ég held að horfi í það að samstöðin tæki sér einhvers konar sumarfrí mögulega í næsta mánuði. Þannig að það er ekki víst að næsti Bridds-þáttur verði fyrr en kannski í ágúst, en þangað til við sjáumst næst. Gleðilegt sumar, gangi ykkur vel í bikarnum og við grænaborðið haldið áfram að spila heima og komiði öflug til leiks fyrir vetrastarfið næsta haust. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er kórstjórinn Bjarni Karlsson. Kórstjóri kvæðakórsins. Verstu velkomin. Takk fyrir. Kvæðakórin, hvað er það? Það er svona... Kvæðakórin er kór, eins og kannski nafni gefið til kynna. Og líka svolítið bara svona, þetta er svolítið svona performatífur kór, þetta er pínu svona art project og svona pínu búið til gjörningarlist eða þannig falið í þessu. Og þetta er hópur af fólki sem er búið að stækka og vaksa jafnt og þétt síðan svona 2021 þegar það voru nokkrir fólki í félagsamtökum með þessa svona lista samstæpi sem heitir Fúsk sem voru það upp í Gufunesi sem að fundu áhuga á íslenskri þjóðlagatónlist og byrjuði eitthvað að kveða og fengu þá einn vinn sem Linus Orra til þess að vera kórstjóri og kenna þeim og svo út frá því í rauninni verður til kvæðakórinn og þau voru held ég bara 4 eða 5 í byrjun. Ég kom inn kannski ári rúmu seinna og síðan þá hefur þetta vaxið jafnt og þétt. Það hefur verið vikulegar æfingar sirka bát síðan 2021 og það eru bara sungin íslensk þjóðlaga tónlist og ég tók við bara sem kórstjóri núna í haust senasta og það er mikill vöxtur, mikið gangi. Já, ég sá að þið voru með viðburði í Mengi með svona þórangurum íburði. Það var svona flott allt í þetta er það kvöldverður og... Já, þetta er svona hugmyndin og konseptið búið að vera að þróast hjá kórnum í, ég held að þetta sé 4. tilraun sem þetta er reynt, 3. eða 4. Það sem að búa til upplifun úr því að það er stilt upp í langborð og það er reiddur frá matur og svona
svolítið fólkið kannski tengt við þetta eins og kannski pínur svo þorrablót eða þannig, þó þetta sé ekki þorrablót sem þá kvöldstund sem með svona mat og söng og gleði og í rauninni stilt upp og æft hann, þetta sé svolítið áreynslulaust, þannig að söngurinn og tónlistin og atriðin sé svolítið bara svona hluti af flæði kvöldsins frekar en það sé svið og við stöndum þar og aðri sitja út í sal og hann sé svolítið upplifun og það svolítið kannski það sem við erum að reyna að gera með þessu verkefni, það þetta sem kallast á ensku folk revival að íslensk þjóðlagatónlist hefðbundin í fyrsta lagi bara mjög lítil almenn þekking hana og eðlennar og hvað þetta á Íslandi og það eru margar frekar langar ástæði fyrir því sem ég get alveg fæði út í að þú vilt. Já, bara endilega, við höfum tíman. Þannig að við erum svona að reyna að gera eitthvað, taka þennan þjóðlaga tónlistararf og gera eitthvað nýtt í hann, gefa hann nýtt líf. Gefa hann nýtt heimili og nýtt samhengi í samtímanum. Af því að þetta í grunninn tónlist sem miðaldatónlist í rauninni. Þetta kannski, má segja, tvíþætt. Stærsti, svona stóri hlutin af því, það sem kallað kvæði, eru ákveðin hefð í þjóðlagatónlist sem veraldlegt og þetta alþýðlegt. Þetta þú veist, Hani krummi hundursvín kvæði, krummisvæfi klettagjá svona eiginlega kvæði og það eru nokkur sem sungum með Svanur Örn, ég veit ekki hvað ég ætti að nefna sem að fólk geti kannski þekkt en þetta svona veraldleg tónlist sem átti í rauninni heima í baðstofunni og verður til fyrst og fremst út frá ljóðum og rituðu bundnu máli þar sem að fólk satt öldum saman á kvöldvökum í baðstofunni að vinna þegar vinnudagurinn úti var búinn og þá var fólk í tófinu að vera að spinna og kempa og þæfa og stoppa í og allt það og svo var yfirleitt einhver aðili sem satt einhvers staðar í horni, oft kannski með eina ljósið og var að lesa upp úr biblíunni eða flytja rímur og kvæði og það alveg út frá því sem að þetta sérstakur stíll af söng í þessu sérstök lög eða stemmur eins að kalla verður til út frá því þegar þú situr kannski klukkutíma saman og ert að þylja fram að þér rímu Kjartan og Bolla eða ég veit það ekki, skilur eitthvað og þá verður oft til þessi lög og einhver hafa lifað, einhver voru náttúrulega varðveitt, það voru varðveislu framtak í byrjun 20. aldar Jón Leifs og fleiri kvæðamennir Iðun og fleiri fóru söfnuðu upptökum og þetta rosa mikið byggt á því en þegar baðstofan hvarf aldamóti 1900 þá varð þetta eftir í baðstofunni bæði óvart og viljandi og síðan þá hefur þetta rauninni ekki verið svona hversdagsmatur hjá fólki þetta ekki endilega sungi þetta ekki menningarárið þetta rauninni rofin hefð þetta ekki hefð og arfur sem hefur síðan lifað þó lögin séu til og einhverjir þekki þetta og hafa alls uppi þá þetta ekki menningarlegur þáttur í rauninni lengur og svoleiðis hefur svo sem gerst annar staðar eins og kannski nærtækasta dæmið í Írlandi 60 og eitthvað þar sem öll papalögin eru meira og minna írsk þjóðlög með íslensku texta eftir Jónas Árnason Bím Bím Bambaló írskt þjóðlag en þá varð endurlífikunar og endurnýjun Dubliners og Sweeney's Men og alls konar bönd sem komu fram en þetta einhvern veginn gerðist ekki hér. Nei. Þetta. Hversum heldur að það hafi verið? Sko ég skrifaði ritgerð þetta í fyrra og talaði við fólk að þetta var þjóðlaga sena, það var náttúrulega Ríó Tríó, Savanna Tríóið og Þrjú á palli og Lítið eitt og það var eitthvað í gangi en það var þá kannski þú veist
það varð ekki þessi menningarlega upplýfting á einhverjum arfi, einhverju arfleifð sem að varð kannski annar staðar í Svíþjóð og Noregi og Bretlandseyjum, Skotlandi, Englandi og ég talaði við sem var meðlimur í hljómsveitinni Lítið eitt og hann sagði hreinlega bara við höfum ekki hugmynd þetta væri til í rauninni af því að Savana-tríóið var kannski duglegast og Ríó-tríó í því en það var samt rosa mikið svona Peter, Paul and Mary 60s kassagítar útsetningar sem ekkert verra og bara á fullan rétt á sér en þetta náði ekki fótfestu sem menningarfyrirbæri. Nei, en það hefur svona kannski lengi verið svona tilfinning margra að Íslendingar hafi verið svolítið að skamma sín svolítið fyrir arfin, svona menningararfin sinn. Já, það er bara til rituð dæmi nákvæmlega það. Ég fann einsenda grein í tímariti Iðunni frá 1930 eða 31 bara þegar Ríkisútvarpið nýbyrjað þar sem að nafnlaus lesandi eða lesandi sem gefur bara upp upphafstafi sendir inn grein þar sem að þeirri manneski svo gífurlega í nöp við þetta hún vil bara ekki halda þessu lofti fram yfir gömlu fötin eða gömlu húsin eða gömlu hættina og þetta á ekki heima lengur bara nútíminn kominn og það hefur verið að spila þetta í útvarpinu og það gætu erlend skip út á miðunum náð þessu og þeir myndu kasta sér fyrir borð það er svaðalega dramatísk grein og það var bara þannig þetta í rauninni af ýmsum ástæðum í huga rosa margra til þeir bara fortíðina því að nútíminn kom svo fljótt bara ára 1880 byggu 95% cirka landsmanna í dreifbíli og árið 1880 árið 1920 var það komið í um 50%, undir 50% og það komu bara á 40 árum kom bara rafmagnið og vegir og nýjar húsbyggingar og peningar og bændasamfélagi leið undir lok og það breyttist allt og þetta er bara eitt af því sem eiginlega varð eftir en það var náttúrulega fólk sem að þekkti þetta og þótti vænt þetta og ólst upp með þessu og vildi halda sér lífi og þess vegna kvæðamannafélagið Iðunn stofnað þannig að við eigum þeim margt að þakka að við bara yfirhöfuð vitum hvað þetta já og svo þá má kannski segja að svona sterkasta framlag okkar til einhvers konar svona renaissance sem endurlífgun eða þannig sé Þursaflokkurinn í rauninni en það ég og Línus Orri sem ég tók við af hann kom með þessa kenningu að það hefði verið ómikið progg það var ómikið rock það var ekki ómikið þjóðlega tónlist en Þursaflokkurinn var í rauninni að gera það sama og hefði verið gert 20 árum áður í Írlandi það var bara svolítið mikið út í rock áttina þannig að það var það eiginlega bara það frekar en þjóðlega tónlist en við finnum þetta byggist á sameiginlegum þessi kór þessi hópur byggir á sameiginlegri ást og áhuga á þessu efni að þetta eru aldagamlar sögur af bara land og þjóð af fólki af ástum og sorgum og einhverja algjöru bulli og drikkjunni og bara nefndu það skilur og þetta er ólíkt öllu öðru og það á þetta enginn það eigið allir, það getur enginn sagt að þetta á að vera svona eða hinsegin eiginlega því að nú er ég mögulega að fara að reyta einhvern veginn reiði ef ég segi þetta að það eru vissulega til aðferðir og það eru vissulega til nálganir og það er ákveðin raddbeiting og það er ákveðin nálgun hvernig þetta er og hvernig þetta er ekki en það er líka hluti af því að gefa einhverju nýtt líf það er að taka það og setja það í nýtt samhengi því samhengið heimavöllur þessar tónlistar er ekki til lengur samfélagið sem það var til í mörg hundruð og það er bara ekki til lengur þannig að hvernig getur það verið til núna, hvað þarf að gerast þannig að það er verið svolítið bara að prófa okkur áfram með það Já, en hvernig kannski svolítið leiðileg spurning en bara svona hópur af ungu fólki, ungu listafólki hvernig í ósköpunum fær það áhuga á kveðskap? Ég get
kannski ekki tala fyrir aðra sem eru nú ekki hér en ég veit ekki alveg svo sem hvernig þau Logi og Elsa þau rákust á þetta eða svona kynntust þessu fyrst en ég get alveg að þetta svo ég veit ekki, þetta svo ólíkt öllu öðru það bæði mörg sko sóknarfæri í þessu því að þetta þú veist, þetta er mjög gamalt og mjög mikið af eins og þú segir eldra fólk sem stundar þetta því það það sem við tengjum þetta að þetta sé í eðli sínu gamaldags sem þetta en það þarf ekki að vera neikvætt að þetta eru svo flott lög og þau eru svo angurvær og ljúfsár og náttúrljóð og söknuður og bara svona hugðarefni fólk sér á árum og öldum áður sem eitthvað einstaklega mannlegt við þetta og jarðtengt og jarðbundið en því vissilega þetta líka fór inn í kirkjuna og kirkjutónlist tengið þessu mjög mikið og sálmarnir og það líka í þjóðlagasafni séra Bjarna Þorsteinssonar sem hann gaf út árið á árunum 1904 til 1909 minni mig sem svona biblían í þessu sem ekki án galla en ómetanleg heimild það náttúrulega hellingur af því sálmarlög sko. En ég kem inn í þetta með svona krókaleiðum eins og með margt í lífinu þú veist ég ekki áhuga á þjóðlaga tónlist í menntaskóla sem var þá alls konar bönd einmitt írsk þjóðlagar paparnir mikið Mumford & Sons og svoleiðistót og síðan bara þróast smekkur og stíll og löngun og svo kemst ég í kynni við Linus Orra sem algjörlega sem einmitt núna að sigla kringum landið á National Geographic skipi að spila þjóðlagatónlist og tala þjóðlagatónlist og hann í rauninni mín leið inn í þetta í gegnum hann og svo kem ég inn í kórin og þá einhvern veginn ekki varð ekki eftir snúið og já þetta eitthvað sem það gaman að pæla í þessu hvað fólk þetta allt öðruvísi tungutak maður þarf virkilega að velta fyrir því hvað verið að tala en þú veist orðunótkun og orðaröð og ljóðlistin og bragfræðin og það svo margt ótrúlega fallegt og áhugavert við þetta að við erum bara að bera út í góða orð En það oft talað að við þurfum að vernda íslenskuna og við þurfum að vernda íslenska menningu og eitthvað sem talað sem íslensk gildi sem svona eitthvað konsept sem fólk getur ekki alveg sammælst en það kannski svona hliðarsaga þetta, myndirðu telja að þetta væri til dæmis bara hinn fullkomna aðferð til þess að varðveita svona íslensku? Þetta mjög góð aðferð og tónlist almennt mjög góð aðferð og sérstaklega, þú veist að því það ennþá verið að syngja bara við tölum, bara stuðmenn, skiljuru. Stuðmenn sko tónlist sem foreldrar mínir dömuðu við í menntaskóla og það ennþá kunna allir þessi lög, allir heyrt þetta og það eru ótrúlega kjarnirtir og vel samdir og ortir textar og þetta náttúrulega mun eldra margt af þessu, sumt yngveit misgamalt og sumt engan veginn hægt að segja til hvað hver aldur þessi en þetta ég myndi segja þetta væri mjög góð aðferð sérstaklega ef fólk vil syngja þetta og fólk hefur gaman eða pæli í þessu fólk lærir þetta og heyrir það og þá það því að það fyrst þú minnist á þetta því það náttúrulega mjög áhugaverður í frekar þörf umræði í kringum allt svona sem kannski minna í gangi hér bara því þetta heldur minna þekkt en allt sem í rauninni hefur forskeitið þjóð orðið frekar mikið hitamál í dag og þjóðlaga tónlist víða tengd við svona nínasisma svona nationalisma svona þjóðernishyggju sem náttúrulega alls ekki það sem við erum að gera alls ekki, við gerum til dæmis annar ángi af þessari tónlistum sem getur tvísöngvar, þetta má segja þetta sé í grófum dráttum tvískipt, annars vegar kvæði sem eru svona veraldlegri alþýðlegri söngvar eins og tvísöngur sem kemur úr gregoríska kirkjusöng svona miðaldasöngur sem barst tíðingast landsins einhvern tímann örgulega bara árið 1000 eða upp úr kannski á 12. 13. öld kannski 14. öld, ég ekki alveg kláraði nákvæmlega en síðan af því það var tölvöld mikil einangurinn og ekki nærrið jafn mikil samskipti og flutningar og ferðamennska milli héðan
og eins og milli Danmerkur og Þýskalands eða eitthvað, þá var þetta eiginlega pínu eftir að þannig að þetta hélt áfram að þróast í evrópskri tónlist og varð síðan kirkjutónlist sem við þekkjum í dag, en hér var þetta eiginlega sitt eigið aðskilda fyrirbæri og tvísöngvarnir eru sko já, man ekki hvort ég var að fara með þetta, við varum að tala um þjóðernis já. Þið hefur svona farið já, það sem við gerum, það sem ég ætla að segja að við til dæmis gerðum samstarf með spænskum flamenco söngvara með tvísöng þannig við kveðum eða sem syngjum flytjum tvísöng og hann syngur inn á milli flamenco og spænsku og þetta bara hafa þetta algjörlega á hreinu að hér ekki verið að berja sér á brjóst og reyna að heilla íslenskum menningararfi sem einhverju fyrirbæri. Þetta snýst listina og tónlistina og þetta samanlega í þessu og það að það áheit enginn og eigið allir og það að við getum leikið okkur með þetta og getum tilenguð okkur og þetta hluti vissulega af menningu og það allt í góðu en þetta snýst tenginguna í því. En hvernig finnst þér einmitt þessi umræða að sko, þvert á flokka svona, þar sem að íslenskur svona, þjóðernisrembingur myndi maður segja kannski. Já, það getur engin skilgrein, það veit ekki hvað þetta tala ykkur íslensk gildi og íslenska menningu getið þið sagt mér hvað það getur einhver bent mér á hvað það hvað meinið af því það því við hefum ekki hundsvit á þessu ekki hugmyndið það skilur, ég bara sko, já, þetta náttúrulega Þau hafa ekki verið að mæta mikið á sjó? Nei, við hefum ekki verið að mæta á stöðu nýlega ekki nýlega að þú veist hvað að þetta íslensk menning það bara mjög góð spurning að því að ekki hversdagsleg þetta ekkert sungið, það eitthvað sungið á þorrablótum sem meira að segja seinni tímarinn uppfinning byrjað 18. lok 19. aldar sko í Kaupmannahöfn þar þetta endurvækið svona eins og svona fyrstum sinn svona í okkar tíma og hvað var sungið þá verður örgulega alls ekki það sama og það var ekki sungið yfir kaldan Eðisand skilur við og svo erum við bara að syngja komdu inn í kofa mín og ég er komin heim skilur við, það ekkert verið að kveða á almennu þorrablótunum og þorrablótunni KR skilur við, ekkert verið í kveðskapur bara Hjálmar og Eva Rúsa skilur við partí með vondum mat þjóðlegi maturinn hann gæsalapa, það íslensk menning ég held að séu ekki mikill hluti fólk sem að borðar lundabakka skilur daglega eða síður sér slátur, kannski slátur og eitthvað, en þú veist það ekkert sín fiskur á borðum bara eins og í vika alls staðar sem betur fyrr þannig að þú veist þetta ofboðslega þvæld og erfið umræði og ef þú veist eins og hefur gerst bara eins og með víkingadæmið skilur, það íslensk menning? Nei, það voru lengi víkingar hér, það var í Danmörku, Svíþjóð og Noregi að það bara eitthvað stimpil sem búið að setja á Íslendinga og því það ofboðslegt ofboðslega svona nánast út í sko fettistýrkun á Íslandi myndi ég segja, ef ég bara tekið eftir á netinu og eins og hérna sé bara eitthvað víkingar var ekkert með þetta að gera og víkingadæmi hefur verið mjög bara hertekið af þjóðverðnis svona einhverju nationalisma og þú veist, þú gengur ekkert ekkert einhverju víkingadæmi í Þýskalandi að þess að vera bara einhverjum öfgahóp skilur fólk með einhver rúnatatú og ægishjálm, þú bara felur þetta ef það gangi í Berlín skilur það svoleiðis þannig að þetta alls ekki það en hins vegar svo fallegt að sjá í Svíþjóð, í Noregi, þú veist, í Pólandi hluta á Spáni hluta og þetta sé erfiðara þar á mörgum stöðum, Írlandi, Skotlandi, Englandi, víða í Bandaríkjunum, hvað þetta mikið sameiningartátt, þetta sameinlegur arfur, fólk sem getur þóða sem ólíka skoðanir og ólíka nálganir getur sest niður og sungið lag, skilur og því það áveit enginn, við eigum út öll og þetta þú veist, já. Þannig að þetta svona frekar saminar fólk heldur en að sundra því eða það svona það á að vera, það og ef þetta þú veist, já auðvitað á þetta að vera það og ekkert annað
Akkurat. Áttu þér uppáhaldskvæði? Já, ég á það. Þau eru alveg, það er rosa mörg sem koma til greina. Það ég er svo angur væri í hjarta mér, það er allt sem er ljúfsárt vera best. Þannig er tilveran. Mist stjórnin ekki vera rétt byrtinga með tilveruna, það er ekki allt í glansýmynd, þetta er allt treyjarblandið einhvern veginn. Þú veist það er kvæði sem heitir Lækurinn sem ég held ofboðslega mikið upp á. Það eru lag sem heitir, kvæði sem heitir Lífsvist já, sem er töld yngra en margt af þessu, sem ég held mikið upp á. Það er sungið mjög víða. Er rosa margt sko. Margt sem Kristján Fjallaskáld gerði. Þú veist það er ofboðslega margt sem að ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að nefna eitt. Það verður því hvernig stuði ég er. Já, þetta fyrir svona svolítið eftir skapi. Já. En ertu til í að gefa okkur tóndæmi? Já. Ég skal kveða lækin fyrir þig. Já. Og ykkur sem hlustið. Ég er að horfa hugfangin í hlýjum sumarblænu yfir litla lækinn minn sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund og leggina mína taldi. Bæ ég lítinn byggði þar og blómum utan skreytti. Yfir tún og engjarnar oft ég læknum veitti. Nú er ekkert eins og fyrr, á öllu sé ég muninn. Löngu týndir leggirnir og litli bærinn hruninn. Meðan æðu milljar blóð og andinn má sig hræra, skal ég syngja lítið ljóð, læknum silfur tæra. Æska hverfur yndi dvín, allt líkt og draumur. Áfram líður ævin mín, eins og lækjar straumur. Þegar ég uppgefin og eitt hef kröftum mínum, langar mig í síðsta sinn að sofna á bökkum þínum.
þar hefur það. Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið og ég held að við bara endum á þessum nótum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson. Takk fyrir mig. Kórstjóri. Og við kannski fáum að fylgjast betur með ykkur og þú tekur með þér kórinn næst. Heldur betur, þið getið fundið okkur á Instagram og fylgst grannt með. Eru ykkur viðburðir hjá ykkur? Það er svona kórönnin er svona búin núna, þannig að það er ekki vikulegar æfingar. En jú, við erum að fara við höfum til Danmerkur í ágúst að syngja þar á hátíð. Nú man ég ekki meira, hvað? Nei. Og hitta þetta og svo verður fullt að gera í næsta vetur, sko. Þannig að minna kannski á sumurinn, kannski meira spontant. Já. En, og ef þið viljið hlusta á svo tónlist, finna þetta, kynna ykkur þetta, þá er hægt að fara á Ísmús og hlusta á upptökunar gömlu sem að ég skil að geta verið erfiðar í eyrun fyrir nýja hlustendur. Svo er þetta að finna silfurplötur yðinar sem eru í sömu upptökunar, það er Spotify. Þið getur fundið til dæmis bara að leita Steindór Andersen sem að dónu bara daginn. Já, blessus í minning hans. Blessus í minning hans, eitt fremsti og helsti kvæðamaður Ísland svona í seinni tíð. Mikið eftir hann er bara á Spotify. Og þetta er bækur og rit og heilu kvæðamannafélagi í Iðunni getið haldið áfram í allan dag, bara þið getið byrjað að heyra í okkur. Og svo bara byrja að kveðast á. Byrja að kveða. Já, þakka kærlega fyrir þetta, Bjarni, og á þessum nótum skulum við setja punkt í þáttinn í kvöld. Ég þakka þeir sem á hlýddu, öllum góðum gestum, samstarfsfólki mínu og Pétri Fjölsteð fyrir útsendinguna og minn ykkur á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi og styrkja þar með þetta góða verkefni sem að við erum hér með við Rauðaborðið. Kæra þakkir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.